Round 2. Round 2. Nú erum við að tala um myndir 5-8. Geggjað. Og við endum síðast auðvitað á Goblet of Fire. Nörduðumst aðeins hann í lokin með sprótana. Ég held ég búin að velja með minn uppáhalds. Það er sprótanars Draco Malfoy. Ég er búin að segja þér hver á þennan. Já, Sirius Black. Hann er reyndar, þessi er svolítið töff. Hann er töff, sko. Hann er smá svona rebel. Já, og svona víkingaspróti. Já, akkurat. Vel við hæfi hérna við tveir íslíkar. Ok, hættum að nördast svona ógeðslega mikið, joke. Við myndum að fara aðeins dýpra í líka eins og þú talar um í síðasta þætti, eða fyrir hlutanum. Þú ert að fara aðeins út í Wand Choreography. Mynd nummer 5, Order of the Phoenix. Við töluðum um það að núna, þær breytast aðeins, núna er líka, þetta er sami leikstur sem gerir 5 og svo bara restina, David Yates. David Yates gerir þessa og restina og hann gerir líka allar Fantastic Beasts myndinar. Já. Ég ætla að fá að spyrja þér aðeins, ef ég man eftir rétt í lokin, hvernig þær eru. Ég hef ekki séð þær. Ok, býðum aðeins með það. Þú ert vantilega búin að séð þær. Já. Býðum aðeins með það. Order of the Phoenix. Já. Er hún góð? Hún er ekki versta. Hún er ekki versta. En jú, hún er fín. Fyrir mér er þetta seinasta myndin sem er með svolítið sinn karakter. Ég held þessi sammálaður. Af því að næstu myndir missa svolítið karakterinn og fella svolítið saman í eitt. Vá, ég sammálaður. Þetta er seinasta myndin sem er svolítið, þetta er ár í Hogwarts, það sem við erum svolítið ennþá safe, erum ekki ennþá farin í þetta langa ferðalag, nú erum ennþá svolítið bara svona njóta ferðalagsins. Þetta er það sem, þú veist, ef öll serien væri ein bíómynd, þetta væri þessi trailerinir væri kannski að koma úr, þetta er svona skemmtilega dótið svolítið. Og þú ert líka alveg með, þetta er alveg sterk saga, þú veist að fá inn Dolores Umbridge. Æðislegu karakter, maður elskar að hata hana, þetta er eins og Joffrey úr Game of Thrones, þetta er... Hún er svo, þetta er alltaf óþolandi karakter, en hún er svo góð. Svo góð. Vel leikinn, þetta er svo frábær karakter, útlitið. Útlitið er æðisleg. Þessi bleikuföt, þessi drakta, hvað þetta sem er í, þetta bros. Hún er ekki vond eins og Dursley fjölskyldan, af því að Dursley fjölskyldan er svolítið bara skrifið vond, svolítið einhlega. Hún er með nokkra hliðar á sér. Og hún líka virkar, finnst mér. Hún er með dýft. Og mér finnst hún líka virka hættuleg. Já. Já. Af því að hún er alveg klár. Já. Hún er grannlega með eitthvað plan, eitthvað sem eitthvað ákveðna skoðanir eitthvað. Pólitíska skoðanir, hún er sterk á því. Og svo fer þetta að fara líka út í bara fasisma og alls konar dót. Og það byrjar svolítið í 5. myndinni. Já. Myndir ekki segja það? Jú. Þegar hún kemur þarna inn, hún Dolores, og hún, hvað var hún? Var hún eitthvað svona Undersecretary of the Minister eitthvað? Já, eitthvað nei. Hún er sett hann í skólan. Hún er aðstofakona Fudge, sem er aðalgaurinn hjá Ráðuneyti núna er orðið óvinnur. Sem er mjög trúverðugt, af því að hvar höfum ekki séð þetta áður. Þú veist, það er eitthvað að herja á samfélagið, en nei, það er ekki satt. Og ef þú heldur að það er eitthvað að segja að herja samfélagið, þá ert þú leigari og við hötum þig. Já, einmitt. Hvar höfum við séð þetta? Einmitt, þannig að hún verður svolítið pólitísk. Já, mjög pólitísk. Þessi mynd og þessi saga. Mjög svo. Og hún byrja að henda upp ykkur svona ákveðnu reglum, þú ert að fara til þessu. Og er meiris að segja við bara, herðu, þú ert að njósna hennum þína nemendur. Já. Þína vini. Já, Af því hún er að hvetja til þess, ef þú kemur hérna yfir í... Er það ekki rétt sem er? Jú, það er rétt, en það er part frá því sem trufla mig smá. Af því að Draco Malfoy er mjög stoltur og hann er partur af því. Já. Mér finnst það mjög out of character hjá hann. Heldur að finnst þið Draco ekki vera gæðin sem myndi vilja fara í að vera snitsa? Nei. Af hverju ekki? Hann er skrifaður sem vondiga, hann er óvinnurinn, svo auðvitað er hann settur hjá Umbridge af því að þetta er vondalið. En er hann ekki tækjaverið sinni? Ekki þetta. Nei, ég bara... Ekki finnst mér það persónulega. Mér finnst þetta svolítið out of character við Draco Malfoy. Gerir hann það líka í bókinni? Varstu það? Já, hann gerir þetta í bókinni. Hann joinar Dolores í rauninni. Þetta er í bókinni, en mér finnst þetta bara ekki í samræmi við karakterinn eins og hann er. Bæði fyrir og eftir. Þetta er eitthvað svona eins og Dumbledore gerði í Goblet of Fire. Hann tök eitthvað twist, hér er Draco að taka eitthvað smá twist sem passar ekkert rosalega. Af því að í næstu myndum þá vill hann ekki hlýða. Hann er ekki þessi fasisti. Hann er ekki þessi gaur sem hann er ekki pappi sinn. Hann er ekki pappi sinn. Hann er svolítið neyddur til þess. Hér, þetta er meira svona leikaraskapur hjá honum eða eitthvað. Ef maður á að
reyna að justifya að hann að snitsa hana eins og hann Því að hver cool að snitsa í skóla? Í engum skóla, ekki einu svona í Hogwarts þetta cool. Það vill enginn vera þessi gaur. Svo af hverju hann sem frekar töff gaur? Já, by the way, þetta eitthvað sem í bókunum, ekki í myndunum, þetta hefði átt að vera í myndunum. Hann næst klárasti krakkinn í öllum árgangnum og eftir Hermione. Já, talað það í bókunum? Já. Hann virkar það ekki í myndunum? Nei. Hann gerður af smá svona kjána kannski. Í 7. myndinni kemur það fram hversu klár hann öðruvísi klár. Hann svolítið svona útsjónasamur, hann finnur út og lagar hluti, hann klár, hann fjandi klár karakter. Bóklega séð hann mjög klár í bókunum allavega. Hann með stærra hlutverk þar? Því mér fannst að vera svolítið settur á hliðalínuna. Mjög mikið. Og þetta eitthvað sem maður sér, maður tekur meira eftir sem maður bindsar myndirnar, því ég tók alveg bara allar röð. Sama hér. Þá sá ég meira, að því mér myndi alltaf að Draco væri með miklu meiri skjátíma. Mér myndi það líka, hann fær kannski eina senu frá Azkaban til Order of Phoenix, fær hann kannski eina senu í myndinni. Rosa lítið. Hann alltaf stærra hlutverk í 7. síðan. Já, hann fær svolítið en það ástæða fyrir því, förum við það aðeins eftir. En mér myndi að það fengi meiri skjátíma og hann virka líka alveg svona, þegar þú segir mér, já, hann næst klárastur eftir Hermione. Já. Að því mín kynna hann verður bara ekki myndirnar. Ég trúi því ekki. Í myndunum það ekki tekið fram, svo kannski í myndunum það bara ekki þannig. En í bókunum það þannig og hann þroskaður, klár og undir þessum tíma. Hann bara svolítið, og leikarinn sagði þetta í viðtali, hann bara ekki gefinn sömu tækifærin nánast. Hann svolítið sett út á hann af því að hann svolítið posh og hann hafði ekki tækifæri í byrjun af því að hann bara fættur inn í þessa fjölskyldu og færingan valmöguleika. Hann bara alinn upp við að Mugbloods og Purebloods, hann alinn upp við það og hann alinn upp við að idolisa pappa sinn, hann lítur út eins og pappi sinn, hann vill bara gera það sem auðvitað dregur hann niður svolítið endan sérstaklega því að hann fattar, shit, þið að biðja mig núna að fremja hér nánast hryðjuverk. Jesús, mér líður ekki tæla með þetta. Nei, af því að fyrir það þetta bara leikur hjá hann. Hann bara proud Slytherin, þetta bara því að þetta hans family heritage. Hvað séns á þessi karakter af því að hann fær redemption í endan og ekki bara í 7. myndinni heldur í seinustu myndinni en frá 7. mynd yfir í bara allar svo 7. Deathly Hallows Part 1 og 2 þær suffera mikið á deleted scenes. Já, mikið svona klift út af þeim. Mikið klift út af þeim og þess þeir skutu helling. Skutu helling. Og ég skal covera það hvað ég á við í Deathly Hallows Part 1 ef við komum að því, en það rosalegt Draco Malfoy moment þar sem við köttu út. Ok, býta aðeins með það. Eitt sem var að koma að því sambandi við Draco og Lucius, pappans, mér finnst það eitthvað svo æðislegt að ég að follow allan Jason Isaacs á Instagram. Þeir svo góði vinir í raunveruleikanum. Þeir ennþá að jóka svona my pretend son. Já, mér finnst það svo gaman eins og Tom Felton var hann að leika í einhverju sýningu, Isaacs fór á hana. Ghost Story, minnum ég það. Ég man ekki hvað hann heitir, en Isaacs fór á hana og var svona að hrósa honum hennar, sonur minn var með nýja sýningu. Og það óska alltaf öðru, hafa mikið ammalið og það. Mér finnst það svo geðveikt, mér finnst það er svo mikið fegur í því. Ég meina það alveg frekar langt, það eru 11 ár síðan síðasta mynd að tekinu upp. Þeir verðast halda einhverju sambandi, líka þess að COVID kom, þá mann eftir að þeir voru eitthvað, posta eitthvað. Akkurat. Mér finnst það cool. Mér finnst það mjög cool. Þeir eru geggjaðir saman. Já, það er einhvern fake feðgar. Já, akkurat. Þeir fagna því svo mikið. Já, og svona þeir tölur aldursmunur á þeim. Já. Þannig að það er kannski erfitt að kalla á, þetta er bara vinir, en það eins og sé eitthvað svona mikil væntumþykja. Já, það er svona næstu í svona. Það minnir mig á. Í seinni myndinni. Þetta sena sem var cuttuð, minnir mig. Þegar... Í Chamber of Secrets. Í Chamber of Secrets. Þegar Harry fer í rangt skástræti, þegar hann fer í skáræsi á íslensku. Man ekki hvað það var á ensku. Það var cut over. Hann lendir í skáræsi í myndinni, en það var atriði í Chamber of Secrets, af því að hann lendir undir skápnum. Skápurinn sem við sjáum Draco Malfoy vera að nota í mynd nummer 6, við sjáum þann skáp í Chamber of Secrets í deleted scene. Af því að þetta sama búðin. Harry birtist í þessari búð. Þessi Birkin og Borgin eitthvað. Já, hann birtist í þessari búð og hann að skoða sér sér allt þetta creepy dót og
Harry felur sig í þeim skáp þegar Draco Malfoy og Lucius koma inn í búðina. Hann sér þá koma inn í búðina. Og við sjáum þá Draco vera fyrkt í ykkur, en Var þetta ekki í myndinni? Þetta var ekki í myndinni. Ok, mér finnst ég að sé það. YouTube eða eitthvað. En Jason Isaac, hann lætur stafinn mjög harkalega á höndina á honum og segir eitthvað rosalega intimidating við hann í senunni eða greip í hann eitthvað svona harkalega. Já. Og svo sleppur hann og svo þegar köttað þá hann að berjast við tárin Tom Felton af því að hann var svo hrættur í alvörunni. Það tala um þér í reunion. Ég þarf ekki eins og að horfa á reunion, ég er bara komið með þetta allt á reynd. Það tala um þér sem reunion þetta. Þá var hann sýnt aðeins úr þessu atriði. Já. En líka Jason hafi verið svona fljótar að skiptum, hann alltaf þessi rosalega Lucius karakter, svo bara eitt kalla cut og þá bara, hörru, læg með maður, fyrir ekki að hérna, fyrir ekki allt í góðu og breytist bara svona góðan gaur. Algjör snilld. Já. Ok, Order of the Phoenix. Já. Þá fóðu að sjá líka í fyrsta skipti Bellatrix. Já. Sem Helena Bonham Carter leikur og hún greinilega kom til þess að hafa gaman. Hún skemmti sér. Hún er að skemmta sem þetta hlutverk. Hún er að hafa gaman. Æðislega leikuna, ótrúlega skemmtileg. Það er gamanlega að sjá mitt í enn og aftur í júniþættunum. Það er gaman að sjá hvað Helena Bonham Carter er. Við veist það rosalega skemmtileg, jarðbundin kona og ógeðslega almennileg. Ég hef ekkert séð neinn mörg viðtöl við hana. Gaman, ég þekki hana bara ekki inn bíómyndar. Gaman að sjá bara, vá, hún virðist ekki taka svo alvarlega. Elska að leika þessa Bellatrix. Já. Ég er líka bara af öllum þessu karakter, það er röglega skemmtilegt að leika hana. Alveg röglega. Hún er mjög skemmtileg. Rugluð og tæp og vondikallinn eða vondakonan. En hún fær alveg stórt moment í lokin. Ójá. Hvað fannst þú það? Þú veist hvað ég er að tala um. Já, það er flott, af því að hún er náttúrulega, þau eru skild, náttúrulega. Það var þetta ekki frænkars eða eitthvað? Jú, þetta er frænkars. Þannig að hún er náttúrulega þarna... Þegar hún drepur Sirius Black, við erum að tala um það. Já, við erum að tala um þegar hún drepur Sirius Black. Þegar hún er smá siðblind, en það er pæling... Smá? Hún er mjög siðblind. En það er pæling, sko, það er gaman að velta því fyrir sér hvort hún valdi að drepa Sirius Black. Hvort hún var bara, þið skilji hann eftir fyrir mig. Hvort það var eitthvað svona ættartengt eða hvort hún vildi gera það að því að hún var skild honum, ekki af umhyggju eða neitt þannig, en bara hvort það var eitthvað sem spilaði inn í, að hann hafi verið Black. Já, menn að það hafi verið ástæðan fyrir hún vildi drepa hann. Já. Hún vildi ekki leyfa örgulega kannski neinum öðrum. Auðvitað er þetta bara svona kenningar hjá mér. Mér finnst gaman að pæla í þessu hvort hún vildi, hvort það var bara random að hún drap Sirius. En mér finnst gaman að pæla í að þau eru skild. Já. En náttúrulega var Sirius Black thrown out of bara kasta út úr fjölskyldunni fyrir lengur síðan. Þau voru bæði í Azkaban. Já, þau voru bæði í Azkaban. Henni bjarga hann úr Azkaban. Hvort hún lítur á hann bara sem einhver traitor eða eitthvað, ég veit það ekki. Er eitthvað fjallað Azkaban meira í bókum? Já. Að þetta er rosa mikið bara í myndunum, þetta fangilsi, við fáum ekkert að vita mikið meira Azkaban. Sem er gott. Það er alveg cool, ég er ekkert að byggja meira, ég er bara forvitin, Er þetta eitthvað svona stærra dæmi í bókunum? Ekkert svakalega stærra, nei. Nei. Þetta er bara fangelsi og þú ert ekki farað að það. Maður vil alls ekki farað að það. Þetta er ekki bara fangelsi, þetta er að fara að sóga út úr sálina. Það er engin furða. Út af vitsögunar er það. Já, það er engin furða að Bellatrix er svona klikkuð eins og hún er í dag. Alveg bara stór partur af því er örugglega af því að hún var þannig. Já, það búið að nærast á henni og... Já. Alveg hellingstannig. Gruna mig stórlega. Þannig Það virkar ekkert svakalega skemmtileg staður. Nei, og þessar vitsögur líka, bara svona allt sem öll hamingjan farin úr manni. Svo auðvitað er þetta eitthvað svona, þetta er flott bara svona, ekki segvei, þetta er bara svona, af því ef þú sjálfur lendir í fangelsi bara hér í raunheiminum, bara í raunveruleikanum, er einhver hamingja í þér? Nei, trúi. Ég get ekki ímyndið mér eitthvað sem lendir í fangelsi og er ok, þetta er fínt. Þetta er fínt, mér líður bara vel hér. Já, ég get ekki ímyndað með ekki oft. Trúi því. Jafnvel þótt þú ert að fara í eitthvað svona luxusfangelsi eins og Svíþjóð eða eitthvað þannig, þú ert ennþá í fangelsi. Það er ennþá á þér. Það er enginn sem kýs þetta. Nei, það er enginn sem kýs þetta. Hamingjan er farin. Svo það er mjög flott að þau eru með þessar vitsögur sem eru að bókstaflega dreina hamingjan úr þér.
Ég held samt alltaf að þessi Dementors, að vitsögunar, ég held að þær var ekkert að fokk í þeim nema þú var að reyna að sleppa eða eitthvað svoleiðis. Þær eru náttúrulega... Er það að koma inn í klefana? Þær eru ná út allt. Já, bara Er eitthvað að tala um það? Bara að það vera nálægt þeim dregur svolítið úr, eins og maður sá. En þær eru náttúrulega verur út af fyrir sig og það er hægt að vinna þær over eins og gerist. Þær eru náttúrulega að byrja að vinna svolítið meira fyrir Voldemort í enda. Þó þær eru hann ekkert. Þær eru svolítið hlutlausar. Eru þær ekki hlutlausar? Jú. En hvað eru þær? Þetta er ekki... Þetta svipað fyrir bara eins og Boggin sem hann í Azkaban. Boggin eitt af uppbóls skepnunum mínum. Hvað er það? Það var Cecine það sem hún hræðist mest. Já. Það kom fram í einhverju mynd. Azkaban. Það var í Azkaban. Það var í Azkaban, já. Já, alveg, fólk sá mismunandi. Já, það var svolítið cool. En hversu sadistik er það samt? Að bara, þú veist, það myndi enginn gera þetta í tíma í dag. Að hann hafi gert þetta í Azkaban, af því að þetta er flott að sjá þetta og þetta að fyndin sena í myndinni. En þegar maður virkilega pælir í þessu, þannig ertu að sjá virkilega persónulega hluti frá samnemyndunni. Vilt þú í alvörunni að samnemendu þín, ef þú hugsar tilbaka fólki sem þú varst með í grunnskóla, vilt þú að einhver af þeim fatti og viti bara núna hvað þú hræðist mest af í heiminum? Nei, það er fucked up að gera það. Það er fucked up að gera þetta. Það er alveg rétt sjá, þú ert að sjá, að því hinir sjá þetta líka. Hinir sjá þetta líka. Þeir sjá hvað veran breytir sér í rauninni, það sem þú hræðist. Þú veist, aumingja Neville, Snape kemur út og allir gera grín á honum, allir byrja að hlæja. Alveg rétt. Svo þetta er bara svona, Jesús Kristur, látið hann vera, auðvitað er hann hræddur. En eins og Dementornir, eða vitsögurnar, minnst eitthvað svo skemmtilegt orð, vitsögur. Já. Eins og með það, ég meina, þetta er alveg sérverur, þetta er ekkert eitthvað svona, þau voru einu sinni fólk. Nei, þetta eru sérverur. Þetta eru sérverur eins og Boggin. Og það er svolítið erfitt að stjórna þeim og þannig, en það eru víst eitthvað hægt að gera við þær, sem þau náttúrulega gera, En hversu mikið er farið í bókunum? Það er talað eins og í... Ég man það ekki. Nei, ég ætla að spyrja út í hana. Eins og aðra verur. Myndi það bara verið í Deathly Hallows? Eða Half-Blood Prince. Það sem að Hagrid er beðin að fara að tala við risana. Til svona að fá þá eitthvað. Hefur joinið en okkar málstað? Það er í Order of the Phoenix. Já, það er Order of the Phoenix. Hversu mikið er eins og í bókunum? Hversu mikið er farið út í það? Bara allar þessar verur sem eru til. Þegar núna vitum við að það eru til varúlvar. En það er kannski ekkert mikið fjallað um það. Nei. Er alls konar öðruvísi verur til sem er kannski ekkert fjallað með myndunum? Já, það er alveg. Þannig að kólkrabban eða smokkfiskin. Smokkfiskin akkurat. Vampírur eru víst í myndunum. Það er bara ekki myndunum, í bókunum segi ég. Já, ég hef fór að vampíra. En það var einhver kenning að karakter væri vampíra. Hver var það aftur? Einhver svona aðalkarakter? Já. Ekki aðalkarakter. Einhver kennari eða eitthvað? Sá sem var ég gæti verið að fara með rankmála hennar núna, en það var eitthvað svona fan theory að gaurinn sem Bill Nye leikur hafi verið vampíra. Hann var alltaf vampíra á Underworld-myndunum. Já. Hann var vampíra. Hann var aðal ministergaurinn þannig í lokin. Það var... Já, nú man ég. Já, það er hann, Bill Nye. Ástæðan okkur það var, þetta kemur fram einu sinni í bókinni, er að Quibbler, sem er tímaritið sem pabbi Luna Lovegood skrifar, hann heldur því fram þar að hann er vampíra. Hann trúir að hann sé vampíra. En vampírur eru svo til í þessum heimi? Eru til í þessum heimi. Ok. En það er kannski ekki farið mikið meira í? Það er ekkert farið mikið meira í það. Ekkert svona önnur, eitthvað aðra verur eða eitthvað? Nei, og það er aldrei staðfest ef Bill Nye karakterinn er vampíra. Já, það er eitthvað svona fan theory. Af því að það 50-50, af því að alveg helmingurinn allavega sem Luna Lovegood og pappinar er að segja, endar á því að vera satt. Það er margt af því sem þau eru að tala sem er í alvörunni til í þessum heimi. Svo af hverju ekki? Já, þetta er svo The Nargles sem er hann út allt. Það er staðfest að þeir eru hana þegar hún er með gleraugun á sér og sér... Það sjáum eitthvað. Akkurat, við sjáum eitthvað. Þannig að, shit, goddamn. Og já. Order of the Phoenix. Já. Þannig koma hestanir sem draga vagnana. Í myndunum á undan sjáum við ekki hvað dregur vagnana. Við höldum alltaf að þetta séu galdrar. Núna sjáum við þessar vágar, minnum að þeir heiti í
bókunum á íslensku. Ah. Drunnar svörtu hestanir sem maður sér bara ef maður hefur séð eitthvað deyja. Luna sér þá, Luna sér Harry þá, sér þá. en Harry sér þá í 5. myndinni, ekki fyrr. Hann sá fóldra sína deyja, jú, hann var ungabat þegar hann sá þau, en augans sáu það. Af hverju sér hann ekki hestana fyrr? Já, þú meina hann hefði átt að sjá þetta strax. Hann hefði átt að sjá það strax. Galli. Það er kannski ykkur að öskra á okkur núna. Það er út af því að Harry. Já, en mér finnst það ekki nógu gott. Mér finnst að ef þetta á að vera legit regla, Hann hefði átt að sjá þetta fyrr. já, að því að þau eru að nota þetta í þessari mynd að því að Sirius Black dó fyrir framnaugunum á hann. Í sinn... Nei, er þetta ekki Cedric Diggory, sorry, Cedric. Cedric Diggory. Þau eru að sína þetta að því að hann sá hann deyja, en hann sá Quirrell deyja í 1. myndinni. Já, hann hefði átt að sjá þetta fyrr. Já, hann sá Quirrell deyja í 1. myndinni, hann breytist í stein og dó. Þannig að ef einhver Harry Potter nörd að hlusta núna veit svarið við þessa spurningu, af hverju sá Harry ekki Hestana fyrr? Endilega sendiði mér enga skilabóð á Bíoblára Instagram. Hann ætti að hafa séð fóldra sinna deyja. Hann sá Professor Quirrell deyja. Alveg örugglega ykkur af fleiri. Ég er sammálaður. Það er samkvæmt þessu, þá ætti hann að hafa séð þetta fyrr. Já. Svo já, þetta er smá svona... Mínus í klatan. Mínus í klatan. Þetta er mynd númer 2 í ranganum af Atmo. Þessa mynd hefur ákveðið Atmo í sér. Svona þegar maður talar um Atmo-mynd eins og Once Upon a Time in Hollywood, þetta er Atmo-mynd. Í skili. 3. myndin, definitely sterkasta Atmo-ið finnst mér persónulega. Þetta er mynd nummer 2 sem er með svolítið flott Atmo. Auðvitað fyrstu 2 myndina líka, en þessi hefur líka alveg sitt svona... Sinn feeling, já, sinn hjartslátt. Sitt einkenni. Af því að í minningunni, ef þú hefur spurt mig bara fyrir árið síðan, hver finnst þér lélegast Harry Potter myndin, þá sagði ég alltaf Order of the Phoenix. En málið er, þegar ég horfði nú aftur á þér, þá var ég var búin að mixa þeim eitthvað saman bara í haustum, það voru atriði sem að gerðist kannski í Deathly Hallows sem ég myndi að ég gerst í Order of the Phoenix. Já. Ég myndi svo lítið eftir, bara sérstaklega þess 5-8, myndi ekkert svakalega vel eftir þeim, og þegar ég horfði núna á Order of the Phoenix, þá var ég bara eitthvað, já, hún var þetta. Ég var með þess að búin að gleyma öllu þessu pólitíska dóti og ég myndi þetta Dolores, ég myndi ekkert í hvað mynd, ég held að hún hefði komið fyrr og eitthvað, verið stærri partur á öðrum myndum. Þannig að þegar ég horfði aftur núna, það er bara, já, þessi er ekkert einn slæm með myndi. Nei. Mér finnst ein mynd verri, allavega. Við komum að hennu á eftir. Er það 7? Já, ég sammálaður. Ég sá hann að ranka nummer 1 á okkur lista. Ég alveg bara, Nei? Ég get svo svarað. Hún var allan í 1. eða 2. seti. Ræðileg mynd. Já, ok, þér finnst þú bara léleg. Já, býta aðeins það. Ég kem að því eftir. Býta aðeins það. Ok, Phoenix-reglan. Phoenix-reglan, Order of the Phoenix. Ok, ég er búin að segja. Hvað myndir þú segja hvað er þessi mynd? Hún er að kreita the Army of Dumbledore. Það er svolítið kjarnin í sögunni. Það sem Harry byrjar að þjálfa nemendur. Byrjar að þjálfa nemendur. Mér finnst það flott. Þetta er svona... Af hverju er þetta ekki Hermione? Ég hugsa það allan tíma. Góður punktur. Og þá fyrir er það hún í bókinni? Ég held að það er mjög svipaði bókinni á myndinni. Hún veit, hún er miklu betri. Hún er miklu betri í kvöldurum en Harry. Af hverju er hún ekki að þjálfa? En maður pælir því, hún er svo sem virkilega ídrónum að gera þetta. Hún er svo sem svolítið dregur hann á eirónum, bara, fólkið hlustar á þig, hvaðna, ger þetta. Hún er svolítið svo. Hún þarf að gera það. Hún er svo sem lætur Harry gera það, því að Harry vill ekkert gera þetta í byrjun. En ég hef samt alveg til að sjá kannski eitt og eitt atri. Það sem Hermione er svolítið... Já, líka. Þess að sé kannski Harry er að sína eitthvað, svo er Hermione á kantinum og hún er að sína eitthvað annað, kannski eitthvað aldur sem hún er miklu betri í, eitthvað þannig. Þau nota logikið að hann notaði X-Factor Patronum rosalega vel í Azkaban og þannig. Já, kendu það þá, en Hermione getur ekki kent eitthvað annað. En Hermione kennir annað, hún er rosalega góð í Stupefy, hún er góð í mjög mörgum öðrum. Hvað er Stupefy? Stupefy orðið er bara orð sem er notað frekar commonly komst því að. Hvað er þetta? Það er að tala um þessi galdur. If you have been stupefied, þá er þetta bara svolítið svona... Er þetta bara höggbylgi eitthvað? Þetta er höggbylgi akkurat. Þetta er svolítið bara sem róta þig. Ok. Þetta er rótari. Þá erum við aðeins að fara að tala um það, því þú varst að tala um áðan eitthvað svona wand choreography og svona. Já, það kemur í þessari mynd. Ok, býtu, áðan fyrir það. Já. Það langar maður að spyrja út í eitt. Já.
að því sem ég sagði við í fyrirlutunum að þetta verður svona action-y. Já. Það verður svona, það verður að ráðast á þau okkur veit ekki stað, það er eitthvað tjú, það er bara sem einhverja byssur og eitthvað. Akkurat, þetta er svolítið eins og að vera með byssur. Og hérna missum við... Já, sorry, ég verð að spyrja þig. Já. Eins og í bókunum, að þetta er galdrafólk. Já. Þú getur notað töfra og galdur og gert alls konar. Þetta er líka gallega sem við svolítið í Marvel, með Scarlet Witch og Doctor Strange og þau eru bara búið til einhverja sprengingar og einhverja hringi og eitthvað. Þau eru ekki nógu mikið ímyndunarafl. Já, ég vil fjölbreytileika og gerði eitthvað cool. Við sjáum þetta smá með Voldemort og Dumbledore í endan. Af því að þeir eru að nota eldsnákin og vasskúluna og þetta. Er þannig að loka fætið þeirra í Order of the Phoenix? Já. Við sjáum það smá þar. Þetta er rosa mikið geisli versus geisli. Smá, en samt, við erum að sjá hana eldsná. Já, og hann gerur eitthvað svona vastóð. Og svo brýtur hann glerið og lætur það, en hann notar skjöld til að, og það breytist í bara sand. Ok. Það er smá meiri fjölbreytileiki þar. Akkur er þetta ekki allt svona? Akkurat. En kannski aðeins minna. Að ég skil vel að Hermione getur ekki gert nákvæmlega saman Dumbledore, Já. En akkur voru ekki actionadrinn. Þetta er kannski ástæðan fyrir því. Ég er sammála að þegar í númer 2, partur af því þegar hann einvígisklúburinn er, í númer 2, Chamber of Secrets. Upp á borðinu hann í matsalum. Já, bæði vei, geggjaðatri, einvígisklúburinn, hversu cool er þetta? Sérstaklega þú er krakki, einvígisklúburinn, þetta er svo gott. Númer 2, besta myndin, allavega. Rífið það upp, ok, hvað segirðu? Í einvígisklúbunum þá eru allir galdrarnir með mismundi lit. Við sjáum þetta auðvitað smá í þessu myndum, Avada Kedavra er alltaf grænt. Já. Restin er svolítið persónulegt, við sjáum Harry oft með rauðaneista í sínum sprota. Sérstaklega í Goblet of Fire, þá er það rautt versus grænt. Af því að, by the way, fucking Harry. Voldemort er að skjóta á þig Avada Kedavra. Hann ákveður að nota Expelliarmus. Þetta er eins og að koma með hníf í byssubardaga. Hvað ertu að gera, Harry? Allavega. Harry, hvað ertu að pæla? Já, Harry, hvað ertu að pæla? Þú notar ekki Expelliarmus þegar ykkur að nota á því dauðavörn. Eins og ég reyndi að nota hana fyrir þættinum. Ég var með Expelliarmus, þú bara fórst að hlæja. Ég get ekki nota það hana. Já, ok. Harry, hann notar alltaf Expelliarmus. Það er hans besti galdur, en bara virkar ekki alltaf. En já, það sem ég ætla að segja, hver einasti galdur er svolítið með sinn karakters og við sjáum það rosalega vel í fyrstu 3 myndunum, jável. En núna er það farið. Nú er það eins og þú segir, þetta er bara svolítið byssuhasar, nánast. Og mjög, þeir eru ekki einu svona að fela það í tölvuleikunum. Tölvuleikurinn sem var gerður eftir Deathly Hallows, þetta er bara nákvæmlega eins og Call of Duty. Bara, þú þarft að skjóta með sprótanum, og þá er það bara akkurat svona allan tíman. Boring, akkurat. En the Wand Choreography, þetta er það sem er þróað í mynd nummer 5 og þetta er æðislegt. Ég elskaði þetta út af lífinu. Smá background á mig. Ég vinn mjög oft sem combat leikari eða stunt. Bara nýlega þá var ég að leika smá self-promotion, sorry. Já, hvað er maður? Þá vann ég í bíómynd í Bretlandi sem heitir Boutica. Og fjallar Boutica drottninguna sem var að berjast við Rómverja í Britannia. Svo ég var að leika í hennar her að berjast við Rómverja. Þannig að ég er að hlaupa á skildi, ég er að berjast með sverðum og axum. Svo ég er rosalega mikið í choreography með sverðum. Svona action-dóti. Það er mikið verið að kasta mig til á settum, drepa mig og henda mér eitthvað fjandi kaman. Já, það er hljómar skemmtilegt. Það er ótrúlega skemmtilegt, en maður þarf að vita hvernig á að þetta. Maður þarf að vita hvernig á að hrapa. Það er logic í þessu. Og loksins er þetta logic núna komið í myndinar með sprotana. Og þeir fengu inn sérstakann gaur, hann heitir Paul, ég man ekki seinna nafni hans, og hann þróaði the Wand Choreography sem er svo notað í restina myndunum. Ef ég stend upp, hvað er þetta out of frame? Fyrir þá sem er að horfa. Við getum bara notað senderkameruna að það standa. Okay. Ég ætla að standa upp og sína smá. Statu. Ég held hann var staðin upp. Ég held þú sjáu svona þokkalega. Ok, ég sést alveg þokkalega. Ok, ég get sínt smá, sko. Ok. Kannski nær kamera þessi kamera ég maður bara ekki. Skal lækka mig aðeins, sko. Ok. Það er... Hvað sem var berið ekki í mækin? Já. Eða ljósið? Það er, ég kalla þetta persónulega Obi-Wan, að þetta er mjög líkt það sem Obi-Wan gerir. Þetta er nördalega sem ykkur hefur gert í þessu stúdíu. Sem sagt, það er
Ég er ekki með góða fótustöðu núna, ég er bara að reyna að koma mér betur í mynda. Betur fyrir ekki, ert þú búin að kynna þetta? Ég er búin að kynna mér þetta, já. Sérst, þú ert ekkert bara að taka þetta út frá myndunum, þú er Nei, eitthvað ég kynntur. er búin að kynna mér þetta. Ég er búin að læra þetta. Þannig að þetta er eitt af dóðinu, þannig að þú smellir og sveiflir, svolítið svona, ekki pota, svolítið smellir og sveiflir. Og þetta er kallað The Symphony of Pain. Sinfonía sársaukans. Af því að þú getur ekki bara gert, af því að þú gerir það ekki, þú verður að selja þetta, þannig að þetta er... Fólk verður að horfa á þetta, ekki hlusta bara. Já, þannig að það sem ég er að gera, ég er að selja hreyfinguna sem ég er að gera með... Eða, þú veist, maður getur ekki gert eins og Expelliarmus. Það þarf að vera tilfinning í þessu. Það verður að vera tilfinning í þessu, þú ert að berjast fyrir lífiðinu. Expelliarmus! Og svo er næsta, sko. Það er þegar þú ert að byrja að verja þig. Hérna er koreografían virkilega komin í svolítið eins og með sverð. Og hérna ertu með handlegginn, þótt þetta gerir ekki raskat á móti ykkur. En þá ertu með handlegginn fyrir Stupefy. Og ertu með sprotan undir. Stupefy. Hvað er þetta að verja? Þá ertu að verja sjálfa þig, þótt það gerir ekki neitt. Þetta bara lítur út eins og sért í bardaga. Þú ert með hendina fyrir, svolítið eins og ykkur sé að fara að lemja þig. Stupefy. Svolítið þannig. Og svo er auðveldasta. Það er þessi. Þetta er alltaf gott. Stupefy. Þetta er bara að smetla og sveifla, eins og kynnir Flitwick í fyrstu myndinni. Það er smetla og sveifla. En þá verður það að ná augnsambandi. Stupefy. Og svo er annar, sko, sem er bakvið. Það er einhver fyrir bakvið, en eins og ég er búin að kynna, galdrar eru, svolítið, þú skynjar þetta. Svo ok, þú er búin að vera að berðast ykkur hér. Stupefy. Og þá bendur þú sprótanum fyrir aftað þig. Já, þú tekur eitthvað svona bakvið, eitthvað move. Bakvið, smá move. Og svo er hérna, sko, og platar. Það er eins og þú sért að fara að gera hér. Það eru kannski að berjast við 2, en þú gerir þetta. Þá ok, ég ger þetta hægt. Þá ferðu fyrst aftur fyrir þig, svo sprótan eina fyrir bak þig, pum, gaur nummer 1 er farin, og svo pam, gaur nummer 2 er farin. Þannig að þetta er svona smá kennsla í þessu. Og til að bæta ofan á þetta, þetta er svona the core choreography, þetta er bara svona mjög basicið, þetta er eitthvað sem kannski... Voru leikarnir settir í eitthvað kennslu? Já, allir leikararnir voru settir í kennslu. Auka leikararnir settir í mikla kennslu, þeir fengu helling af dönsurum og parkuristum, fimmleikafólki, af því að þau gátu verið svolítið kreatív í hreyfingum, þau gátu stokkið, farið kannski svona, svona nánast hálfstökk til að forðast. Nú er ég að spyrja, Hallóður, hvort er svalara? Þetta svo varst að gera. Eða eitthvað svona lightsaber fights? Þú þarft að hugsa, ég get svara strax. Þú ert að fara að segja lightsaber fight, en ég þarf að taka inn hér allt, sko. Þetta var, sko, já. Þetta var, takk fyrir að deila þessu með okkur og ég hvet fólk til þess að horfa á þetta. Þetta var fucking fyndið. Wand choreography. Þetta er hlutur. Þetta er eitthvað þing. Þetta er þing. Já. Og eins og ég segja, öllum aukaleikurum hafa kennt þetta, en á toppin á því, hver einasti er með sinn persónuleika auðvitað í að berjast. Og þau sem sýna þetta besta atviki sem við sjáum þetta, er Sirius Black í Fenrisreglunni og svo í Dauðadjásununum part 2, Molly og Beatrix Lestrange, þegar þau eru að berjast saman. Af því að Molly, Julie Walters sem er að leika hana, hún gera brilliantly, hún er mjög ryðguð. Hún er ekki bardagakona. Hún er ekki ofta að berjast. Hún er ekki ofta að berjast, þannig að við sjáum hana vera svolítið clumsy, sko. Hún er svolítið klaufsk, en er samt að ná þessu. Hún er ekki með hennar stíl. Af því hún kann þetta. Hún kann þetta, en ryðguð, akkurat. Þannig að við sjáum hana vera smá svona bást, það er ekki bardagastíl á henni, en hún er að gera þetta. En meðan Beatrix Lestrange, sem er svolítið að vanmeta hana, hún er bara að leika sér og gerir þetta dagstaglega og er svolítið bara þannig. Hver á að vera bestu svona fighterinn, wand fighterinn? Veistu það? Samkvæmt bókunum eða samkvæmt þessu lori? Ég veit ekki. Er það Voldemort og Dumbledore? Eru þeir bestir? Já, þeir eru alltaf mjög jafnir.
eru mjög jafnir. Þeir eru taldir vera svona öflugustu. Já. Ég meina, Grindelwald, ég held, ef maður fyrir virkilega langt inn í þetta, með öflugustu. Jafnvel svona á borð við Voldemort, nánast. Já, hann var svona öflugur. Já, Hermione virkilega góð. Snape virkilega góður. Snape svona drullu góður. Snape drullu góður, akkurat. Hann hefði átt að vera Defense Against the Dark Arts bara frá byrjun. En það var það ekki, af því að það hefði bara gefið auga leið að hann væri bara annað, því að hann væri basically í felum, hann í Hogwarts, að vera verndan. En hvað, þá verði ég að fara að spyrja, því að við erum að fara að tala um þessar síðustu myndir. Ég veit að þetta kemur ekki í ljós, kannski í Order of the Phoenix, bara stutt núna. Hvað var planið að Snape? Hann náttúrulega ekki góð, hann ekki vondur, hann búin að vera að venda Harry eitthvað í gegnum myndirnar, kemur ljósandi í lokin. En hvað planið hans? Hann drepur Dumbledore af því að hann biður hann að gera það. Hvað svo? Hann tekur við sem headmaster í Hogwarts, hann greinlega eitthvað undercover, en hvað var planið? Hvað ætlaði hann að gera? Það mjög gaman að pæla, ekki gaman, það alveg líklegt finnst mér að Snape hafi séð fram á það að hann væri að fara að deyja líka. Þú veist, ætlaði hann að stinga því að hann greinlega elta á Voldemort? Hvort það var undercover eða ekki? Ég að tala um hvað var endgamið hans? Ætlaði hann bara, svo einn daginn, bara búm, stinga Voldemort í baki og drepa hann? Nei, hann vissi að hann gæti ekki. Hann vissi að Harry Potter væri svo einu sem geti gert það. Hann vissi að Harry Potter væri sá sem allavega lykillinn í að gera það. Svo að láta Harry Potter fara í gegnum allt sitt kjaftaði, þá vissi hann að hann hefði möguleika á að drepa Voldemort. Svo ég held að super objectivið hans hafi verið að drepa Voldemort, en það hafi þurft að fara í gegnum allan að skýt að láta Harry fara í gegnum sitt, sem var náttúrulega ótrúlega mikil áhætta, og hann þurfti að fórna svo mörgu, Snape, hann þurfti að drepa Dumbledore, hann vildi það ekkert, hann bara þurfti að gera það. En ég held að ofurplanið hans hafi verið að drepa auðvitað Voldemort, en ég held að hann hafi allan tíman vitað, það bara mín kenning, að hann myndi aldrei endast það langt, hann auðvitað bara myndi ná eins langt og hann gæti gert, reyna að koma Harry á sinn stað, að því raunveruleikunum fannst honum ekkert að Harry, hann setti mikið að sársauka pappa Harrys á Harry, sem var náttúrulega ekki sem var ekki sangjant gagnvart Harry, en það þetta er bara svona persónuleikinn sem var svolítið að koma í veg fyrir það. Því hún fór bara að pæla, ég skil alveg, hann var að reyna að venda Harry og ég hugsaði mér, já, hann er svona undercover. Hann er undercover, hann er að verja Harry, hann bara sýnið ekki rosalega vel. Svo bara þegar ég horfði aftur á hann, ég veit að þetta kemur fram í Half-Blood Prince, þá var ég að hugsaði mér, hvað var svona ultimate markmið þess? Drepa Voldemort. Til að verja minningu Lily. Að drepa Voldemort. Já. Ég held að mikið af því var að svolítið að hefna Lily, verja minningu Lily, reyna að fá það á hreint að Lily hafi á endanum verið stolt á honum, af því að hann elskaði hana. Svo auðvitað viltu gera allt svo vilt fyrir þann svo elskar. Hann elskar Lily enn þann dag í dag. Eins og segir, always. Always, akkurat. Þannig að hann vill bara gera það sem er réttast fyrir Lily. Ok, ég fór kannski aðeins frá mér, þetta er alltaf meira í Half-Blood Prince. Já, akkurat. En Fönixreglan. Fönixreglan. Mér finnst geggjað að þurfa að byggja Dumbledores army, það er alveg svona eina sem ég tók sem ég fannst flott í myndinni. Þú ert ekkert það hrifinn? Ekkert svaklega. Atmóið finnst mér flott. Mér finnst flott að vera að byggja Dumbledores army, en mér finnst það vera að taka tíman frá því sem er raunverulega gerast. Af því að Harry veit að Voldemort er komin aftur. Þetta er rosalega mikið bara til að establisa að ráðuneytið er á mótið þeim. Já, þau trú ekki að Voldemort er komin aftur. Þau trú ekki að hann er komin aftur. Bara, nei, það er ekkert COVID í gangi. Hvað ert að segja? Færið yfir í okkar raunverulega. Já, akkurat. Og þú er bara brandaður bara crazy. Þannig þetta er það sem er að gerast. Og þetta er svolítið fárulegt, en við náttúrulega sjáum að þeim finnst það fárulegt. Harry finnst það fárulegt og þeim finnst það fárulegt að það er ekki verið að trúa þeim. En það er fárulegt. Þetta er fárulegt. Og sérstaklega finnst mér, það er smá build-up í þessari mynd yfir í mynd nummer 6, út af þessu hugatengst sem Harry á við Voldemort.
Voldemort að reyna að berjast, reyna að brjótast inn í hugan hjá Harry til að njósna alla og að komast að pljónunum. Snape reynir eitthvað að þjálfa hann. En það gerist ekki fyrir inn í 7. mynd. Og var það ekki í 5? Það var ekki í 5. Það gerist ekki fyrir inn í 7. mynd. En ástæðan okkur Dumbledore hunsar hann. Í 5? Þetta var að renna saman í 1 sem var. Þetta er að renna smá saman í 1. Ég man ekki alveg. Ég held að Snape að vera að þjálfa hann í 5. Það sem aðalega gerist í 5. Það Dolores-dótið, hún kemur í Hogwarts. Já, auðvitað, þeir reyna að handtaka Dumbledore, auðvitað. Reyna að handtaka Dumbledore, svo Dumbledore er svolítið út myndinni hana. Í 5. Í 5, já. Það gerist hann í miðinu á 5, þannig að, ok, það útskýrist. Og hún tekur við sem headmaster. Já, alveg rétt, hann tekur hann að Phoenix-fuglinu eða eitthvað og bara svona bara geggjað flott atriði. Töff. Já, en hefðu þið bara rætt við Harry fyrr, hefðu bara talað við hann eins og fullorðinn einstakling, þá hefðu þið farið í gegnum svo mikið, hefðu verið svo miklu betra. Já. Í 5. og 7. myndinni hefðu þið bara talað, Harry er klár, en hefði hann talað meira, hefði hann sagt, heyrðu, mig er að dreyma svolítið skrýtna drauma, heyrðu, ég er að fá þessa sýn, ég held að Voldemort sé að reyna eitthvað, og þegar hafi séð á reynslunni, ég hef oft rétt fyrir mér. Ég hef lent í alls konar dóti. Ég hef lent í alls konar dóti, hlustið á mig. Er Harry Potter, ég man ekki eins og hvort ég spurði það svona, er þetta góður aðalkarakter? Já. Ok. Að þegar við sjáum hann fara í gegnum skít og við sjáum raunverulega, hann er ekki eins og er ég að fara á hálan ís með að segja Luke Skywalker er ekkert sérlega góður karakter. Ég held að margir myndi taka undir það. Af því að hann er svolítið gelgja og finnst þér Harry Potter skemmtlegri karakter heldur en Luke Skywalker? Smá. Ok, önnur spurning. Ég er kannski að fá mikið heit á mig núna. Nei. En Daniel Radcliffe, ég var að spyrja þið, því ég fór pæla svolítið í þessu, ég horfði á svona back to back. Já. Finnst hann halda sér allan tíðan? Finnst hann jafn góður alveg í síðustu myndinu sem er í fyrstu? Hann er betri. Fannst hann að verða betri leikari? Hann verður betri leikari með myndunum. Hann er náttúrulega ekkert sérlega góður leikari sem krakki, en þú veist, ég er ekkert að fara að dæma hann sem krakkaleikari, það verður ekki réttlátt af mér að gera það, en þú veist, hann gerir gott hlutur með að við, því ég er ekki að segja að ég sem krakki myndi gera eitthvað mikið betra en það sem hann gerði. Fannst það að nenni þessu í lokin? Já. Ég bara spyr. Já. Ég meina, þú voru að taka marka þetta er líf þeirra. Já, mér fannst ég finna einhvern pínu fyrir þessu í seinni myndunum. Þetta er kannski ekki algjört rugl í mér. Fannst þess að væri ekki alveg að nenni þessu. Að því að Radcliffe er alveg fínn leikari. Og ég sammála auðvitað verður hann betri. Mér finnst það samt helvíti góð sem krakkaleikarar. Já. Að það er líka misjænt. Og ég er líka ekki alveg sammála því að stundum er sagt, já, þetta er bara börn að leika, það má ekki dæma það. Þetta er samt frammistaða, skilur. Já, þú ert að setja þessa frammistuð í bíómyndið eða sjónvarpsþátt. Þetta er svo þegar að koma núna út Obi-Wan Kenobi-serían. Já. Og það er svo mætti ekki gagnrýna leikkonu sem leik leið þegar hún var ung, af því hún er barn. Já. Mér finnst það svo skrítið. Ég er ekkert að drulla hana persónlega, en mér finnst þetta kannski ekki góð frammistaða. Og það er þá myndi ég aðalega að kenna leikstjórnum sem er fullorðin manneskja. Já, ég held samt með það að því að við eigum svo virkilega slæma baksögu með að gagnrýna krakkaleikara í Star Wars akkurat. Ég meina, Gaurus sem léka Anakin, það fór ekki vel úr honum bara því að hún var strítt svo. Það var alltaf hræðilegt. Þá var þetta líka að fara að snúast aðeins meira bully, að vera bara bully, heldur en uppbyggileg gagnrýni á frammistöðinni. Já, ég held að fólk var svolítið bara hrætt að það myndi gerast aftur með stelpuna og fólk vildi ekki að það gerðist. Já, það getur vel verið. En ég ætla að segja á hinn bóginn, mér finnst krakkarnir í Harry Potter, eins og ég sagði á þann, mér fannst þau svo frábær. Þau voru mjög góð. Sem svona, mér fannst það aldrei eitthvað pirrandi eða eitthvað illa leiki, bara mjög fínar Dean Thomas, Seamus Finnegan, við sjáum það ekki, já, öll börnin, en auðvitað verðaði betur. Mér fannst einhvern veginn, ég veit ekki hvort það sé hvernig það var skrifaður, en eitthvað með Harry, svona í seinni myndunum. Hann verður létt skrítinn í seinni myndunum, eins og þegar hann svona hálf reynir við Hermione, það var skrítið atrið í Deathly Hallows Party, fannst mér. Þannig að þau dansa? Já, það var fínt atrið út af fyrir sig, en þetta var bara eitthvað í fasi Harrys sem truflaði mig þar. Sem atrið var það fínt, og framist að Emma Watson var frábær í þeim myndum, fannst mér. En ég skil hvað átt við, hann er svolítið skrítinn, en það er kannski bara að því að hann er að fara í gegnum skít. Það gæti verið, en svo annað, ef ég er að bera hann saman við Emma Watson og Rupert Grint, mér finnst hann sístur af þeim þremur þegar hann líður á myndina. Já, það. Mér finnst bæði Rupert Grint og Emma Watson betur en Daniel Radcliffe í seinni myndunum.
Já, ég sé hvað hún meinar. En Ég ekki- veit ekki hvort ég sé sammála. Nei, en þú veist, ég er ekki lærður leikari og ég er bara dæmið út frá mínu sjónarhorni sem áhugamaður. Já, Mér fannst allavega ekki eins gaman að horfa á Radcliffe eins og hinn tvö, ok. sérstaklega í seinni myndunum. Ég veit ekki hvort ég sé persónulega sammála, en Er það hot take? en ég skil hvað þú átt við. Ég skil hvað hún kemur, þetta er ekki... En er það Radcliffe eða er það mögulega hvernig hann skrifar eins og þú segir, hann er að gangi gegnum ákvæmna atbyrði? Ég held sér bara lítið að bæði. Eitthvað bland. Þetta er eitthvað bland, sko. Gæti verið. Gæti verið. En já, hér David Yates er svolítið að finna sig. Hann heldur að hann sé að fara í eitthvað átt. Það breytist. Og það breytist. Það breytist tvisvar. Er það hann breytist þá með Half-Blood Prince og svo Deathly Hallows? Já. Er það hann útlýslega? Já. Og bara overall feeling. En svo ég finnst, Umbridge var eitt flottast í karakterinn sem maður hefur séð í Harry Potter heiminum. Hún er Sammála. rosalega flott. Sammála. Og Geggjuð. þessi penni sem skrifar á handabækja á þér. Új, ógíslegt maður. Já. Hún er bara að pína hann að nema þetta. Pína fólk. Alveg rosalegt. En eins og með hana, Mm. var hún alltaf, nú er ég kannski bara eitthvað stúpid, en var hún alltaf hliðhóll Voldemort? Kemur það eitthvað fram í bókinni, eða var þetta bara svona manneskja sem var bara vond, eða grimm, eða ósökjum? Var hún alltaf bara svona, ég er með Voldemort? Ég held undir niðri. Ekki að hún hafi eitthvað að hugsa Voldemort per se. Eins og Lucius var alltaf í liði með Voldemort. Já, ég held að Umbridge hafi ekki verið þannig. Ég held að hún hafi bara fíla pólitíkina sem Voldemort var að koma með miklu betur. Það var miklu meiri svona fasisma einræðisherra sem hún fjall svolítið aðeins meir undir. Hún var svona, já, hér kemur góður herra sem er með eitthvað svona fínt á yfirborð. Ég held að það hefði verið meira svona hennar. Já, ég skilji. Það er svona þessi frænka sem maður á sem er að fíla Trump. Þú veist meina það að Dolores hafi verið þannig. Ó, já. Já, hún virtist allan að vera alltaf spennt fyrir þessari stefnu. Akkurat. En hvað er þá? Við kannski förum einn annan núna, en þetta snertir alltaf allar þessar loka myndir. Hvað var plani hjá Voldemort? Frá hvaðan og... Bara eins og í lokin, hvað vildi hann? Hvað var takmækinn? Hann vildi alltaf drepa Harry. Hann þurfti að drepa Harry út af spátunum. Og hvað svo? Taka yfir. Eins og þú segir, innræði. En taka yfir þá, er það bara að töfra þessu minnist Taka yfir allan heiminn, ekki bara... Líka yfir muggles. Líka yfir muggles, bara að drepa mugga eitthvað er. Bara ráða yfir þeim. Hann vildi bara ráða yfir þeim. Hann vildi ráða yfir þeim. Hann vildi bara taka yfir allt. Bara nú, af því að hans markmið og hans átlög er eiginlega að galdrafólk er æðra, þannig að... Já, algjörlega, við erum að hærra stalli heldur en... Og muggar eiginlega bara vera þrælar. Ég held að það hefði verið gerst. Hann hefði bara hvað ég að segja exploit, eða bara núna basically gefið sér fram fyrir muggana, bara við erum til, galdrafólki til, þeir eru núna þrælar. Hann vildi vera bara svona keisarinn í Star Wars. Basically. Eða eitthvað. Bara Basically, akkurat. Ráður öllum hvort sem það er eitthvað svona force users eða bara velnögt fólk. Akkurat. Ég held að það hefði verið svolítið aðal hans. Við komum betur að það eftir í Deathly Hallows saman þetta stríð. Ok, Order of the Phoenix, hvað er það að gera í einhvern? Svo cirka, bara... Hún er... Hvað ranka hún hér? Hún er með 7 á listanum mínum. Hún er nummer 7. Já. Half-Blood Prince-inum er næst. Já, og svo listi minn. Já, hvað er bara með hann? Förum bara í hann núna. Listi minn, nummer 1, Chamber of Secrets, nummer 2, Viskusteinin, nummer 3, Eldbyggarinn. Elskar þetta svo íslensk. Ok. Þetta er svona að blanda. 4, Fanginn af Azkaban. 5, Deathly Hallows Part 1. 6, Deathly Hallows Part 2. 7, Order of the Phoenix. 8, Half-Blood Prince. Ok, ef við ekki bara... Half-Blood Prince. Förum í gott segway inn í hana. Half-Blood Prince. Þetta er sísta myndin af þeim öllum. Þér finnst hún léleg? Já, nánast. Hún veit ekki hvað hún vill vera. Nei, ég skal taka undir það. Hún veit, ég skrifaði þetta hennar niður, þetta er bara beint eftir að ég horfði á hana senast. Mér finnst það ekki léleg. Mér finnst hún slöpp. Hún er slöpp. Mynd sem veit ekki alveg hvað hún vill vera. Táningadrama, thriller, noir,
grín, loka klæmexið í myndinni er mjög slaft, sérstaklega með við action-packed endurinn sem var í bókinni. Hvað segir? Er bókin góð? Já og nei. Er hún líka síst? Bókin er betri. Bókin er betri en myndin er. Þetta er alltaf versta adaptationið ever. Þannig að þér finnst það mesta bilið, gæða bilið á milli bókarinnar og myndarinnar í það er Half-Blood Prince. Já. Overall, atmóð og feelingurinn í myndinni fílaði ekki neitt. Hvað klikkaði? Var það bara Steve Kloves að klúra? Handriðsöfundurinn? Já. Steve Kloves að koma aftur, það er eins og sé hefna sín á þeim fyrir að hafa ekki valið hann fyrir Order of the Phoenix, er það ekki? Jú. Já, by the way, handriðsöfundurinn fyrir Order of the Phoenix, Green Lantern og Peter Pan. Svipurnaður segir allt. segir allt sem segir það. Veist, fá ekki Steve Kloves en fá þangur. Ég held samt að Kloves hafi bakkað sjálfur, sko. Já, geti. Ég held hann samt bara, ég er búinn, ég er átt. Já, en svo kemur hann aftur og er til starf og hann er ennþá en dag í dag með Fantastic Beasts. En Jesús Kristur, hvað er hann að gera með Fantastic Beasts í dag? Ég kem að því reynum að taka það eins og lokin. Ok, Half-Blood Prince, þér finnst þetta bara að vera, eru að tala um bara að þú ert að gefa sér einhvern, er þetta bara 5? 4, 5, já. Já, þú ferð það neðalega. Af því hún veit ekki hvað hún vill. Hvað vill hún vera? Hvað er hún? Hvað er þessi mynd? Það er mjög skýrt hvað hina myndinar eru. Order of the Phoenix, þetta er Red Dawn, ef eitthvað er. Þetta er actionmynd með pólitískum aðröfi. Ég veit hvað hún er, ég get sett hana strax í flokk. Já, ég get ekkert verið ósamlega. Ég veit, ég sagði að mér finnst það ekki verið einn léleg. Nei, mér finnst það kannski ekki beint léleg. En hún er í neðsta sæti af mér. En það er líka sko hvernig hún endar. Var það ekki með Dumbledore þegar hann drepinn? Jú, hann er drepinn. En tónin á myndinni þegar hún endar, þetta er hræðilegt. Veitu, hvað er það? Var það ekki endað við? Miðað við hvernig tónin á endurinnum í 7. myndinni er og miðað við hvernig Deathly Hallows Part 1 byrjar, það er ekkert samræmið þannig á milli. Þetta er eins og 2 virkilega ólíki partar. Sko, það sem Harry Potter og Blendingsprinsinn á að gera er að gera þetta all is lost moment fyrir loka kaplan sem er Deathly Hallows. Já. Svo hérna þurfum við Dumbledore er dáinn, öryggisnetið er farið, við vitum að við erum ekki að fara að koma til Hogwarts næst. Ég fæ þann feeling ekki í loka myndinni, af því að þau taka svolítið Hollywood-klísju á þetta, það er allt bjartara í endan og þau eru svolítið svona létt eftir alla þrautuna sem þau fóru í gegnum. Þetta er smá svona happy feel ending en í endan, það á ekki að vera þannig. Deathly Hallows Part 1, hún endar á cliffhanger, það sem Voldemort nær sprotanum af Dumbledore og gerir eldingun í endan og myndin endar og sem skilir þau eftir svolítið, shit. Hvað er að fara að gerast? Hvað er að fara að gerast? Sá endir hefði átt að vera í endanum á Half-Blood Prince. Half-Blood Prince hefði átt að enda á dimmam hátt, þar sem Harry er bara, við erum ekki að koma aftur. En hjálp mér að rifja þetta upp, þú þessu 2-3 dagar sem sá sem mynd. Enda þetta ekki að þið, Dumbledore drepinn. Já. Hvað var þetta loka atrið? Þau eru í turninum, þau eru í einum stjörnufræði turninum og eru bara að horfa út svalir, það er svona kvöldsól, mjög svona róandi og þau eru með hálsmennið og komið staðið, þetta er fake hálsmenn. Alveg rétt. Og Regulus Sirius Black hafði náði og þannig eru þau komið með þennan fyrstu vísbendinguna í það sem þau þurfa að gera næst og fyrsta lítið er það, því að þau þurfa að ná núna í vita hvað dauðadjásunin eru. Svo núna er það questið, þetta er questline þeirra sem er að byrja þannig, við vitum hvað þau þurfum að gera. Nei, þau eru alltaf Horcruxes. Já, Horcruxes, já, sorry. Ekki dauða... Sorry, já. Ekki dauðadjásunin. Þau veit ekki að þeim strax. Já, þau veit ekki að þeim strax. The Horcruxes. Þau eru komið með eitthvað svona mission. Já, þau eru komið með mission, þau veit að þau eru að fara mjög hættulegt mission, þau veit að þetta á eftir að vera hræðilega hættulegt, bara meira en allt sem það hefur gert áður. Og Voldemort er definitely komin, ráðuneytið er núna var við það, Dumbledore er dáinn svo það þeirra mesta öryggisnett, Hogwarts er ekki lengur öryggustæður til að vera á, og nú eru flóttamenn. Er það feelingur sem það fekk í endan á nummer 6? Nei, þetta er góð punktur. Ég er sammálaður. Þú ert alveg að ná að snúa mér. Ég skil gott við. Mín upplifun þessar mynd að því að svo næsta mynd er bara allt annað fyrirbæri, allt annað batteri.
En ég ætla að segja, mín upplifun af sjöttu myndinni, mér finnst líka bara útlitslega og hún er rosa döll. Já. Þegar ég hugsa Half-Blood Prince, þá hugsa ég bara eitthvað svona brúnt, grænt, niður. Og bara svona downgreita, litun einhvern veginn bara svona downgreita eitthvað desaturated, eitthvað, já, að því mér finnst Phoenix ekki lítið svona út. Nei. Hún var svolítið svona blár feelingur svolítið í Phoenix. Já. Það er ekki í Half-Blood Prince. En svo líka bara eins og sagan í þeirri mynd. Þú komst aðeins inn á dagann. Myndin heitir, sagan heitir Harry Potter and the Half-Blood Prince. Þau hunsa þá ráðgötu. Þau gera mistök í myndinni af því að... Það er svo lítið. Það er svo rosalega lítið sem fyrir því. Þau hugsa smá það í byrjun. Honum gengur vel í seiðistímanum. Hann finnur þessa bók. Og Hermione er svolítið, þetta er ekki rétt. Svo líður alveg góðu klukkutími, ef ekki meira. Aldrei snert á þessu aftur. Og svo allt í einu bara Snape, ég er Half-Blood Prince. Og maður er svona, þetta var hlutur. Nei, virtist ekki skipta henni máli? Já, akkurat. Enda bara eitthvað, reyndur að nota minn eigin galdur á mig. I am the Half-Blood Prince, og bara fer hann, eða eitthvað. Og hann bara, ok. Og hérna er stæðsta mitt við deleted scenes. Hérna er stæðsta deleted sceneið sem mér fannst að hefði ekki átt að vera kött á myndinni. Hefði þetta er heilt sequence sem var kött á myndinni, sem hefði bjargað myndinni mjög mikið. Sem er? Þetta er rétt áður en Dumbledore deyr. Þetta er rétt áður en þriðji kaflinn er að byrja í myndinni og svona enda actionið er að fara að byrja. Þetta er sá að því að Flitwick litli, hann er kórstjórnandi líka. Þá sjáum við að hann er að stjórna kórnum og kórinn er að syngja mjög dáleiðandi flott lag. Mjög svona fitting, svona John Williams-esklegt lag sem er mjög fallegt, eins og lagið sem við heyrðum kórinn syngja í mynd númer 3. Það var svona mjög svipað, bara svona mjög sett í mútið, mjög fallega. Og við sjáum að ljósið er svona svolítið flöktandi úti. Það er mánaljósið en svo er svolítið dimm ský að koma og kennarinnir er að taka eftir því. Flitwick, hann horfir upp og hann svona hægir svolítið á sér og er svona shit, hvað er að gerast? Og svo sjáum við McGonagall, hún er að segja nemendum að fara í vistina sínar, af því að henni líst ekkert á blikuna heldur, hún er líka að horfa upp og bara, shit, það er eitthvað að fara að gerast. Þetta er svolítið build-up, svona tense, og svo er kórinn að syngja undir og við sjáum Snape standa á svölum og horfa út úr gluggann og við sjáum andlitið á honum, hann er brotinn, hann veit hvað hann er að fara að gera. Svo við erum að heyra kórinn syngja, Dimski er að koma og svo sjáum við Alan Rickman og hann þarf að gera svo lítið þessi leikari til að vera svo effektiv. Það eina sem hann gerir, hann bara horfir upp. Svo brotinn. Og þetta er svo flott, þetta byggir svo vel upp það sem hann er svo að fara að gera næst. En þið kliftið út. Áhugavert. Ég skal senda þér linka á svo eftir. Þetta hljómuleik ekki eins og þetta hafi verið einhverja margar mínútur af efni. 3-2 mínútur, eitthvað hannig. Þetta er rosalega flott. Þetta bætir í sögu Snape af því að saga Snapes er rosalega mikið kjarni í þessari mynd líka, sem þau snerta á. Og hún heitir líka Half-Blood Prince sem hann er. Þetta ætti að vera miklu meira Snape, en það er það ekki. Af því að líka þegar við fáum flashbackið að honum hefur verið strítt af pappans, við erum að snerta á þessu, en við erum ekki að fara alltaf leið. En mig myndi, ég ætla að spyrja þetta mig myndi að það hefði verið í Half-Blood Prince myndinni, þar sem við fáum þetta revíl. Já. Hver Snape er í rauninni og hans baksa og svona. Bara partaði. Mest að því er að koma í Deathly Hallows. Deathly Hallows, já. Finnst þér það að vera í sjöttu myndinni? Nei, það var flott í Deathly Hallows. Og við fáum líka að vita allt það í Deathly Hallows bókinni, þannig að flott að við erum bara að komast á því þar. Já, þetta var bara í líka... Já, en Blendingsprinsin, það hefði átt að vera meira. Þetta hefði átt að vera meira betrayal. Af því að hérna heldur Harry að Snape hafi virkilega svikið. Við erum ekki að fá það svona kick. Af því að þetta var ekki uppáhaldskennari Harrys, þetta var samt eitthvað sem Harry hélt að Dumbledore tristi. Svo það er ekki... Pönsið er ekki að koma nógu stertinn. Finnst mér. Já, þetta á að vera svo gigantískt atriði í seríunni. Akkurat. Og líka, já, ég sammála því. Og í bókinni þá eru svo mörg einvígi sem er að gerast hana. McGonagall fer á spítala eftir einvígi sem er að gerast hana í bókinni.
McGonagall, við missum af bardagatri með McGonagall, það eina sem við sjáum er Bellatrix Lestrange brjóta stóra salinn og kveika í kofa Hagrids. Mér finnst líka McGonagall að þetta er frábær leikona, flottur karakter. Er hún ekki svolítið sett á hliðarlínu? Hún er sett á hliðarlínu. Bara í mörgum myndum. Í mörgum myndum, já. Langan tíma. Já. Þetta verður svo ábært að maður teka það back to back. Já. Mér myndi líka hún hefur miklu meiri skjátíma. Já. Því hún virkar mjög öflug. Akkurat. Hvar er hún? Þegar á öllu þessu stendur. Í bókinni er hún með rosalegt bardagatrið. Við... ég man ekki hver það var. Var það eitthvað svona one-on-one? Hún var að berast þau 2 í 1 eða eitthvað þannig, sko. Því hún virkar mjög öflug. Hún er fjandi öflug. En við fáum ekki að sjá það. Ekki myndunum. Ekki almennilega. Nei. Þannig að... Það er mest að skrýta. Mér finnst að þau voru með svo margt sem þau notuðu ekki. Svona stóru kaflanir voru þau ekki að nota. Þau eru meira að fókus á baksögu Voldemorts í þessari mynd. Við sjáum baksögu hans, jú, það er flott að sjá baksögun hans og við fáum þessa útskýringu. Já, við fáum þetta að sjá þegar Dumbledore hittir hann fyrst og svona. Já, það er alveg flott. Já, cool sena, flott sena og þetta er víst frændi Ralph Fiennes. Nei, sem leikur hann það myndur. Já, krakkinn sem leikur hann. Þetta er frændi Ralph Fiennes. Það er ekki. Já, það er flott. Svo einhverjum svona líkamsafbrigða er svona... Já, og hann líkist líka gaurnu sem við sjáum, þú veist, í mynd nummer 2. Já, í Chamber. Já, ég trúi að krakkinn þar gæti orðið krakkinn þar og ég trúi, þannig sem ég trúi að sá gaur gæti orðið Ralph Fiennes. Vist, eitt magnaði í sambandi við Voldemort útlitið. Bara, nú er ég að hrósa þeim, en það er ekki með nef. Já. Og því ég var að horfa myndið það, að ég vissi þetta ekki alveg, sko. Ég var að horfa og ég hugsaði mig, djúl flott make-up, maður. Hvernig náður eiginlega fela nefið. Já. Þetta lítur að eitthvað tölvugjart, hugsaði ég, en ég var ekki að sjá það. Já. Svo sé maður behind the scenes. Þetta er allt tölvugjart. Hann er bara með nefið sitt, en ógeðslega vel gert. Mér finnst það lítið út frá að make-up. Já. Ekki tölvugjart. Já. Og líka bara útlitað á hann með geggja. En kom eitthvað sér í ljós í myndanu? Ég man það ekki. Hvort þið talaði það. Af hverju lítur hann svona út? Af því að þetta er alltaf bara maður. Af hverju lítur hann út eins og djöfull? Nei, þetta er snákur. Þau eru að fara eftir snáka útlit. Já, eða það. Þú veist, af hverju lítur hann eins og snákur? Það er bara trademark. Var það líka í bókinni? Manstu það? Er hann nú lýst svona? Hann er ekkit venjulegur maður. Já. Manstu það ekki? Ég man það ekki nákvæmlega. En það er ekki talað í myndunum. Af hverju lítur hann svona út? Nei, ég held að það sé bara út af þessum seið sem var gert, að þetta er bara leið til að koma gaur sem er hálf dauður, nánast ekki með sál. Þetta er líka bara partur af sálinni nánast, sem verður að lífga við hana. Ég veit ekki alveg nákvæmlega, ég er ekki alveg með kenningu á því. Nei. Þetta er bara flott lúk á honum, þetta er eitthvað til að gera. Já. Hann líka lúkar eins og vondikalli. Já, hann lúkar eins og vondikall. Já, en mér langar að koma saman með nefið, því mér er svo magna hvað það er vel gert hjá. Þetta er mjög vel gert. Af því ég hefur verið að giska á bara, þetta lítur að make-up, en hvernig ætlaði það að gera þetta make-up að því að nefið þessi bara horfið? Já. Ekki hugmynd. Ekki hugmynd. Ok, Half-Blood Prince, þér finnst hún langsýst. Já. Hún er svolítið stefnulegs. Draco Malfoy fær samt að skína hérna. Hann fær skjátíma hana. Og hann fær eitthvað að gera. Það er gaman. Við fáum hann svolítið að skína, sjáum hann svolítið skína, það er flott, það er gaman. Og hann gerir það vel. Tom Felton er fjandi góður leikari, finnst mér. Og hefur verið það frá byrjun. Mér finnst hann einn af öflugustu krakkaleikarinnum í byrjun og hann er það enn þann dag í dag bara mjög flottur leikari. Ég held ég tækja lundið það, hann var mjög sterkur bara strax sem barn. Akkurat. Hann náði sem svona hrokafulla gitt, nánast. Mjög trúverður. Það var pínu svona Joffrey. Já. Svona típa. Joffrey light. Já, mjög light meðan við Joffrey. Og ég er að tala um svona ungur gæi sem er svona næst í þolir ekki en... Og við náum, það er líka það er svo flott að sjá það þessi krakkar, þetta er bara krakki að vera krakki. Hann er ekki með neitt agenda. Þetta er meira bara svona Harry smánaðan svolítið fyrir framann alla hina. Svo, ok, þú ert núna óvinnu minn. Þetta er bara svona krakkapolítík. Þetta er ekkert, hann hefur enga hugmynd sem krakki að hann á eftir að vera að berjast pólitísið á mótunum í framtíðinni. Nei, hann líka er ekki eins og pappi sinn. En ég verð þá að spyrja þessu til Lucius. Er hann einhver aumingi? Það sem ég meina er, eins og ég seti myndunum, þá verður hann svolítið svona... Brotin. Já, brotin,
fyrst svolítið svona stíður til hliðar. Er hann hræddur Voldemort? Stiður hann Voldemort? Vill hann ekki vera með Voldemort? Hann stiður Voldemort, það er bara að fara í svo rosalega illa með hann. Ég finna, hann þarf að fórna á sprótanum sínum til dæmis. Hann, eins og ég talaði í part nummer 1, ef ykkur horfðu á hann, á undan, þetta með þennan fylgjuna, ónáttúruleg lög, að láta einhvern annan fá sprota sinni og gefa sprotaðinn. Já, það er disrespect líka. Já, það er disrespect, þú gerir það ekki heldur. Já, líka því þegar Voldemort var það í Deathly Hallows? Það var í Deathly Hallows, já. Þegar hann spyr bara hvað er látum að sprota sinni? Þetta er bara eins og dæmi í dag. Ef ég myndi randomly biðja síma þinn til að googla eitthvað, myndi þið líða vel ef ég bara svona allt í einu fer en yfir, eru þið allar að nota símaðinn til að googla það neitt? Nei. Þú fara ekkert síðan með. Akkurat. Ég meina, þú myndir ekki líða vel með það í... Nei. Jafnvel þótt að séu vinir og eitthvað þannig, jafnvel þegar... Þetta er persónulegt. Þetta er persónulegt og sprotin er eitthvað sem að... Ég er ekki að fara í síma besta vina minns bara beðið og byrja að googla eitthvað random. Þannig að Voldemort tók henni síma... bara til að setja þetta í eitthvað kontekst. Ég skilji. Þetta er persónulegt og þetta er ákveðin framlegging á sjálfu þér, þessi sprotar. Akkurat, framlegging á sjálfu þér sem þú vilt ekki gera. Og maður sér það líka alveg. Þeir ná alveg reyndar að koma því til skila. Þegar hann tekur sprotan af Lucius, hún líður ekki vel með það, Lucius, hann vill þetta ekki. Og hann er meira að segja nei við Voldemort hann í pínu stund bara, my lord. En ég átti alveg vonaði í lokin að Lucius myndi bara bakka með þetta allt. Já. En hann gerði það ekki. Nei. Því miður. Það er Narcissa sem gerir það. Er það samt? Já. Er það? Já. Já. Við komum að því þegar... Hún er svo sem... Er það hún hitt eða fer til Harry? Já. Hún er svo auðvitað að geta bara algjörlega að tekja allar líkur á þeirra sigri í burtu með því bara, nei, hann er ennþá lifandi. Já. Geymum það eins. Spurðu það fyrir Deathly Hallows. Já. Ok, Half-Blood Prince. Eina góða við þetta var Draco. Það var það eina góða. Við fáum að sjá hann skína svolítið, við fáum að sjá að hann er að berjast við sinni innri djöfla, hann er að berjast við fjölskylduna og það sem er ætlast til á honum. Hann er núna orðinn Death Eater og hann vill það ekkert. Hann á að drepa Er hann vondur? Nei, nefnilega ekki. Bara hann átti ekki séns. Hann var bara fættur inn í þessa fjölskyldu. Pappan sér það, svo hann hlýtur að vera það líka. Hann vildi gera pappa sig klára en hann bara hefði ekki hugmynd hvað pappan var að gera í raunverulega. Bara Jesús, hann var bara stoltur af því að vera hreinblata, en svo bara allt í einu er raunveruleikin orðið svolítið súr. Já. Þetta er bara, hann er að alast upp líka, hann er að sjá raunverulega heiminn líka, hann er að geta að fíla það sem hann sér. Allavega frá því hvernig ég sé hann. Nei, ég er sammála. Nei, algjörlega, ég meina hann klálega ekki vondur því að það er eitthvað svona... Nei, nefnilega ekki, eins og ég segi, þetta er bara svona krakkapólitíkingunum að vera á móti Harry Potter. Hann vill ekki drepa Harry Potter. Það er ekki hans markmið. Og þegar hann segir Mugblot við Hermione, ég held að hún raunverulega, hann sér örugglega eftir því þegar hann verður eldri. Man fannst líka einhvern veginn, var þetta ekki bara pappans að tala í gegnum hann? Pappans að tala í gegnum hann rosalega mikið. Það hljómaði fyrir eitthvað eins og Lucius heldur en Draco. Akkurat. Já, það er rétt sér. Og Sectum Sembra. Já, galdurinn það. Það er smá gallið þar samt. Ég man ekki sem hvað það gerir. Basically særið þig, þetta verður svo bara að vera að skora með hníf. Já, bara á nokkurum stóðum í einu. Þetta er bara... Það var frekar brútal samt. Frekar brútal galdur, en gallin við þann galdur, hann var notaður í minn númer 2. Aha. Harry Potter notaði hann á móti Draco í minn númer 2. Þetta var held ég í... Í svo einví? Já. Hann segir Sectum Sembra, með minn rétt. Ég man ekki hvað það. Ef einhver Harry Potter nörd er að algjörlega segir að hann sagði ekki Sectum Sembra, sendi mér skilabóð. Mér minnir að það hafi verið þannig að hann sagði Sectum Sembra í minn númer 2. Ef það er rangt hjá mér, þá fer ég upp með hendur. Skilabóð? Já, en mér minnir að hann hafi sagt Sectum Sembra í minn númer 2. Mér minnir að ég hafi reynd að fylgjast með því þegar ég horfði á hana seinast. Svo hann segir Sectum Sembra, en þá er það allt annað. Hann bara feikir Malfoy koll. En svo segir hann það hér. Kannski er eitthvað smá munur á hvernig þau sagði þetta. Eða bara eitthvað smá mistökjum þeim. Já, smá mistökjum þeim, akkurat. Þetta er hættulegur galdur. Þetta er hættulegur galdur. En já, eins og ég segi, mér finnst þessu mynd ekkert sérlega góð, af því að hún bara veit ekkert hvað hún á að vera og hún gerir ekki það sem hún á að gera. Hennar hlutverk er að setja mútið fyrir Deathly Hallows, sem hún gerir ekki. Nei, þér finnst
hún aðeins klikka þar. Já, hún feilaði því sem hún átt að gera. Hún vissi ekki hvað hún vildi gera og gerði það ekki. Ok, og farið Deathly Hallows. Förum í Deathly Hallows. Fyrsta spurningi minn strax, á hann búin að tala þær. Var must að splitta þessi í 2 myndir? Já. Þið finnst það? Já. Sástu Hunger Games myndir þar? Já. Fannstu must að splitta þeirri bóki 2? Ég horfði að það frekar nýlega reyndar, en þetta seinasta myndin svo að splittu í 2, var það ekki? Jú, Mockingjay var splittuð í 2. Jú. Í 2 myndir. Já, ég ætla bara að fá að vera sammála því og segja það já. Ég er bara mjög sáttur með það. Ég horfði þær semi-nýlega fyrir nokkrum mánuðum, tók Hunger Games í gegn og mér fannst það flæða vel sem myndir. Mér fannst það flottar. Og já, það eina sem ég vil segja með Hunger Games, með svona book adaptations, það finnst mér vera eitt besta svona accurate book adaptation bara ever. Það er Catching Fire. Catching Fire var nánast bara blaðsjö eftir bókinni. Líka besta myndin. Mjög góð mynd, akkurat. Mér finnst það besta myndin. Já, seinni myndin, hún fekk að anda af því að þetta voru 2 partar. Ok, ástæðan fyrir ég spurði út í Hunger Games, af því að ég var ekki nóg hrifin. Ég ætla ekkert að gera Hunger Games þá, og það ætla ég að horfa oftar á myndinar. Já, mjög hrifin á myndunum. Ég fíla alveg Hunger Games, mér var síðast myndina eðilegeta pínu fyrir mér. Okay. Ég fílaði fyrstu 2. Að þau voru splittar í 2? Já, mér fannst ég finna fyrir því að þau voru að mjólka. Já, líka bara karakterinu vonast ég bara hlaupi hringi í fyrirlutunum, að þeir gátu ekki haldið áfram af því það átti bara að koma að seinni hluti. Mér fannst ég finna fyrir því. Mér fannst ég pínu finna fyrir líka Deathly Hallows. Ég veit ekki hversu mörg atriði voru eitthvað þau í einhvern skói að bíða. Og ég hef sagt mér, come on! Ætluðu bara að vera þarna? Seinast, þegar ég kom í bíóblaður, þáttur 96, þá voru við kannski að tala það sama? Nei, við tölum annan part. Ég man að við tölum Daniel Day-Lewis mynd, það sem hann leikur olíubaróninn. There Will Be Blood. There Will Be Blood. Þú myndist á, og ég var ekki búin að hafði ekki séð myndina þá, ég er búin að sjá hana núna. Ég er búin að skipta skoðun. Þú er búin að skipta skoðun, ok. Þú myndist á það við mig í þeim þætti að þú vildir ekkert horfa á mann grafa skurð í heilt korter. Ég tek allt tilbaka að ég gerði Paul Thomas Anderson þá, þar sem við tölum Já, eftir að sjá hann. Já, ok. Já. En ég veit... Ég bakka maður allt í sagði, mér finnst There Will Be Blood geðveik, masterpiece, bugga mikið neitt, ég skildi hana betur, ég skil leikstjórann betur. Já. Er það sem að segja að það sé sambandið það að horfa á þau höfði í skójunum? Já. Það sem þú sagðir, þá, ég veit að þú er búin að skipta skoðun núna, en þá sagðir mér finnst ekki gaman að horfa gauður grafa skurði í 15 mínútur. Hér eru þau að bíða í skógi endalaust. En það er það sem þau gera í bókinni. Það er það sem er að gerast við. Þau eru svolítið stefnulegst. Þau eru bara þau 3. Oft eru þau með öryggisnet, nú eru þau ekki með öryggisnet, og nú eru þau svolítið að reyna að komast áfram, og nú eru þau með eina af the Horcruxes sem er rosalega erfitt fyrir þeim. Kemur með allt neikvæða upp á yfirborðið og það er ekki að hjálpa þeim. Og já, fyrsta myndin er myndin sem við erum að fókusa á Harry, Ron og Hermione. Part 2, af því að við erum búin að klára þann pakka, það var bara part 1, það var bara, hér eru við að sjá það sem þau eru að gangi í gegnum. Part 2, það er bardaginn. Að ég fór bara að pæla, að því að þetta er bara ein bók. Já. Og Deathly Hallows er ekki lengsta bókin. Nei, en það er samt rosalega margt að gerast í henni og sérstaklega bara bardaginn í endan, The Battle of Hogwarts. Þessi ég er að pæla, þessi ákvörðun sem er tekin, að ég veit... Peningar höfðu eitthvað að gera með það. Eins og Mockingjay hjá Hunger Games, þetta er bara gert þess að mjólka. Þetta var ekki artistik ákvörðun, þetta er ákvörðun til peningum. Já. Er Deathly Hallows ekki þannig? Fyrir mitt leiti, þú hefur alveg getað búið til 30 myndur þessu. Ég ætla að fá að vera ósammála. Þú ert ósammála, en þeir gátu gert það fyrr. Hina bækur, það eru nokkar sem koma undan sem eru lengri. Já. Heldur Deathly Hallows, ég meina Goblet of Fire er lengri. Já. Eins og ég sagði í part 1 til dæmis, þeir settu helling í mynd nummer 1, 2 og 3 og 4, það var hellingsefni sem þau coveruð í þessu myndum, þóttu þau þurftu að kötta helling. Hvort þau hefðu getið gert það sama við þessa mynd? Örugglega. Þú vildir hafa þetta svona. Þú varst hrifin að þeir splittis í 2. Já. Mér fannst ég finna fyrir, sérstaklega fyrir hlutunum, þá varst mér finnaði fyrir því... Að þau voru að mjólka pening. Já.
Mér skemmti mér ekki eins vel yfir síðustu myndinni. Ok. Eins og, þegar ég sé síðustu myndina, ég nú að tala með Part þess 1 og 2. Ok. Og ég fann alveg bara svona... Skilja. Og ég, reyndar, mín upplifun var svona upp, svo bara niður. Okay. Því að við tala um ég fílaði fyrstu 4 best. Já. Half-Blood Prince, fannst mér ekkert brjáluð. Nei. Hann svona, svo Deathly Hallows. Jú, það er alveg gaman að finna eitthvað svona Horcruxes og Deathly Hallows lórið sjálf var alveg skemmtileg. En ég hugsaði með mér að fyrirmyndin er 2:20 að lengd. Já. Hinn er 2:10 eða eitthvað, cirka. Já. Þetta eru kannski 4,5 tími. Ég er eiginlega samfélag það að þau höfðu getið gert mynd sem er kannski 3:10. Ok. Tekið bara svo Avengers Endgame, það var, hún er 3 tímar og 10 mínútur eða eitthvað, held ég. Ég held alveg þeir hefði alveg getað það, en ég veit okkur ég gerði það ekki. Mjólka. Já, ok. Það er alveg elementi í því. Ég tek það inn, ég er sammála. Örugglega mjólka smá pening, þetta er náttúrulega þeirra mest í gróði. Og þau voru að sjá það að þetta er að klárast. Og þetta er að klárast, akkurat. Okkur langar að auka 700 millur, gerum bara 2 myndir. Samt er ég ósamlega, samt er ég með fegin að þau gerðu part 1 og part 2. Af því að það voru elements í part 1 til dæmis, já, eins og ég skrifaði hérna, þessi mynd er veisla. Fíla hvað tempóið, actionið er ágætt. Hefði þú viljað sjá meir í detail í bördugunum? Er það að tala bara í meira koreografi eða eitthvað sliðis? Nei, þá er ég til dæmis að tala um rétt eftir að Fred eða George segir að tala um afsækið. Já, einn af tvíburunum. Einn af tvíburunum missir eyrað, rétt eftir það sequence. Eftir að þau eru búin að bjarga Harry frá, þá kemur Ron og Tonks er bara, þetta var geggjað, hann bjargaði mér. Og þau útskýra hana eitthvað rosalegt atrið, en við sáum það aldrei. Við sjáum það bara frá... Þetta er kannski eitt svona trend sem er svolítið ongoing í öllum myndunum. Já. Við sjáum þetta rosalega frá sjónarhorni Harrys. Sem er kannski fínt, við erum að fara með honum í gegnum söguna, en hefði það verið gaman að sjá Ron actually tækla Death Eaters? En þeir sögðu það mitt í þessum reunion þætti, þá sögðu það mitt að það var svolítið mantrað. Þeir eru voru að kötta, þeir þurftu alltaf að skera eitthvað niður. Já. Að skera burt til þess að aðlaga söguna. Já. Þá var fókusu bara það sem Harry upplifir. Ok. Þannig að make a sense, ég skil gott við. Það make a sense. En þá verður ég að spyrja, þú sagðist þér að hrifuna að Deathly Hallows er two-parter. Já. Þú talaði hans líka á hana, þú hefur verið til að Goblet of Fire er two-parter. Já. Hefur kannski viljað það bara frá alla myndinar? Ekki alla myndinar. En frá 4 og uppúr. Af því að þær eru alveg frekar langar, þær bækur. Phoenix-reglan coverraði bara basicið í myndinni fannst mér. Mér fannst Phoenix-reglan ekki hafa þurft part 2. Það hefði verið að mjölka, hefði myndin mér finnast. Svona korið í Phoenix-myndinni úr bókinni var í myndinni. Að því að áttum á að því að Phoenix-bókin er svolítið löngað, ekki? Jú. Já. Er hún lengri Deathly Hallows, mástu það? Það er lengri. Lengsta bókin er Phoenix-reglan. Þá ég er að fatta eitthvað samræmi. Af hverju virkaði Phoenix-myndin sem ein mynd, en Deathly Hallows þurfti 2 myndir. Fyrir utan peningadótið. Já. Erfitt svar. Ég veit að ég er að skjóta sjálf mig í fótinn hennar, sko. Ég gerir mig grein fyrir því. En eins og ég segi, með leið eins og ég var bara mjög sáttur. Varstu ekki bara glaðar að fá meira Harry Potter? Jú. Bottomline og það er ekkert aðeins vikinn á það. Já. Þú varst bara glaðar að fá meira. Já, sáttur. Smá pása. Er þessi í gangi, myndalinn? Já. Það er hún á í gangi, sem er á þér. Já. Nú, finnst þér eitthvað... Já, sorry, ok. Var það það? Sorry. Ég var bara að tjekka á þessu. Því ég sá rautt ljós og rautt ljós hér, ég sá ekki rautt ljós þannig. Ég var svona, hvað ef? Já, það er því að skjárið snýr ekki að þér. Já, ég segi það. En alltaf, ég ætla bara að hafa þetta, ég er ekkert kleipt út, þetta er bara nokkra sekundur. Hallvar var ekki viss hvort það var kveikt á kamerunni, en ég double-checkaði, það hefur klikkað. Ok, allt í góðu. Hvað var að tala um? Já, þú varst að reyna að samfara með part 1 og part 2 á myndunum. Goblet of Fire hefði batnað við það, Phoenix-reglan, ég veit ekki hvort hún hefði batnað við það. Að við fengum allt sem við vildum. Við fengum Umbridge, við fengum Building Dumbledore's Army.
Hefði það verið flott að fá eins meira svona einstaklingsbundin atrið eins og við fáum að sjá Neville svolítið, við sjáum hans í Phoenix-reglunni svolítið svona family life. Cho Chang við sjáum og allt, nei það er Phoenix-reglun, við sjáum Cho Chang aðeins meira, það er gaman. En ég fór bara að pæla þessu, sko, segjum að Deathly Hallows bókin hefur verið 1200 síður. Já. Segjum það verið lengsta bókin sem Rowling hefði skrifað. Þá hefði það mega sens. Það hefði ekkert pælt mikið í þessu. Nei. Þetta er ekki eins og lengsta bókin. Það er svo mikið sem gerist samt í þessu. Það er svo mikið efni. Þetta er svolítið pakkað inn, en það er bara svo brjálaslega mikið. Og eins og ég sagði áðan, þetta leyfir myndinni að anda. Það sama með, eins og mér fannst með Hunger Games, þetta leyfir myndinni svolítið að anda. Af því að hvernig part 2 byrjar, þetta er rosalega mikið, við fórum í gegnum einn bardagi hér, við erum aðeins að ná áttum, þetta var ekki góðu bardagi, við rétt slupum. Núna þurfum við aðeins að plana betur. Og þau eru svolítið að svona ná áttum. Og við erum að fá þann svolítið svona feeling, svo það er svolítið flott. Og þú kýst fyrirlutan frekar seinni, ef þú þyrftir að velja. Varstu ekki með hana frúa? Jú. Eða varstu með 2 frúa? Ég er með bara part 1, part 2, ég held að ég hafi bara sett það niður þannig. Lítur svona át sem eina mynd? Já, svolítið. Af því að part 1 segir sér auðvitað sjálft, en hún hjálpar, part 1 gerir part 2 betri. Já, ég skilji. Já. Loka orðstan í 2, fannst þú góð? Já, en hún hefði getað verið betri. Hvernig þá? Það voru atriði, það sem voru bara ekta effects, það voru ekta sprengingar, en svo voru atriði sem voru bara CGI döðans. Já. Þetta var mjög poetic bardaginn í endan að vissu leyti, ég veit ekki hvort þú tókst eftir þessu, en atriði þegar Ron, Hermione og Harry er að hlaupa í gegnum The Courtyard, það er reference í röð af öllum myndunum. Hvað meinar með því? Þau koma, hvernig var röðin aftur? Þau koma sem sagt út dyrnar. Já. Það tekur á móti Köngulær. Myndum 2. Og svo, númer 1 það var risin. Þau fara fram hjá risa, það er mynd númer 1. Risin er með kilfu, þau hlaupa fram hjá honum. Svo koma köngulærnar yfir, það er mynd númer 2. Svo er varúlfurinn að bíta Lavender Brown, það er mynd númer 3. Og svo fara þau, svo þetta fara svolítið í gegnum, þetta er svona reference. Þetta er svolítið cool, sko. Þetta er svona one take, þau fara hann í gegnum kortréttin og þetta er svona reference. Eins og sé að fara í gegnum seríuna bara. Þetta er eins og þau séu að fara í gegnum seríuna. Það er risin, það eru köngulærnar, það er varúlfurinn og svo komi viðsögunar og Aberforth tekur þær og svo halda þau áfram niður. En allavega fyrstu 4 myndinar fá þarna alveg reference. Og þetta er líka rétt áður en kortréttin byrjar, þá sjáum við Gaura og kúsköftum og einn af þeim er Oliver Woods sem við sjáum í mynd nummer 1 og 2. Af því að hann kemur hana aftur og hjálpar við Battle of Hogwarts. Svo það er helling af svona flottum references í þessu. En hefði ég viljað sjá meira? Já. Ég veit að þau eru að gera það frá sjónarpunkti Harrys. En eins og við erum búin að vera að ræða smá, hver er svona gæðastampurinn á ykkur sem einvíga bardaga töframönnum? Lupin hlýtur að vera fjandi góður af því að hann var Defense Against Dark Arts, hann hefur unnið við þetta, hann hefur persónulega reynslu. Svo af hverju, hver náðu að drepa hann? Og hvernig náður að drepa hann? Þá verði að koma aðeins inn á það, að því við erum að tala að þetta sem þau sögðu, liðið hann að baka myndar. Það fókus bara á Harry. Já. Það sem Harry, þetta er bara hans saga. Ég skil það, þau þurftu einhvers konar viðmið þegar voru aðlaga söguna. Akkurat, sem er flott hjá að gera. Algjörlega, en þeir fóru svona kannski með þetta á köflum út í Extreme, af því að það eru nokkur death sem eru off-screen. Já, akkurat. Eins og Mad Eye Moody. Mad Eye Moody er off-screen. Það bara dó. Já. Og ég veit þetta var ekki dresa karakter. En samt karakter sem við hefðum viljað sjá degja. Þetta hljóma sýtla. Já, sorry, þetta hljómaði mjög það hefði verið svona við áttum það skilið að fá að sjá það allavega. Hann átti það verðskulda líka með Remus, konuna hans. Já. Þau bara liggja bara allt í hennu. Já, auðvitað er það impactful bara við sjáum allt í hennu og það er mjög flott að sjá það í gegnum augu Harrys því að þetta er náttúrulega hræðilegt fyrir hann að sjá þau gera það vel í myndinni. Remus er búin að vera með okkur frá mynd 3. Akkurat. Við viljum sjá hann
Já, eins og þú segir, hver drap hann? Hvernig gerist það? Það er smá sena það sem við sjáum Fred bara svona rétt missa sprota sinn. Aftur, ég gleymi alltaf hvort sé Fred eða George. Þannig að hvort það var George sem dó eða Fred eða dó. Sorry, ég gleymi svo alltaf. Sá Weasley tvíburabróðurinn sem dó. Við sjáum smá brot þar sem hann missir sprota sinn. Við sjáum svona aldraðan að því. En við sjáum ekki þegar hann. En það var mjög flott sem off-screen dauði. Það virkaði að því að það impact kom mjög vel. En að því að það kom strax eftir Lupin og Remus, við hefðum átt að sjá Já, þú sagði Lupin og Remus. Já, sorry. Lupin og Tonks. Já. Við hefðum allt eins geta séð þau deyja, að því að við fáum það impact. Það hefði alveg verið nógu sterkt fyrir að ná það sem vorum að reyna að gera með Harry. Að því að, eins og segi, ég skildi alveg svo ákvörðun að því að Harry er ekki með þeim. Já. Þau eru deyja, Harry var ekkert með þeim úti og það fór ekki sjá það. Já. En mér fannst það svolítið svona pínu cop-out. Já, smá. Þú ert ekki að fá neitt svona impact. Það var ég að spyrja, David Yates, að hann gerir 5-8. Hann er búinn að finna sig núna. Er það góðu leikstjóri? Já, hér. Hann er að grafa sig svo mikið núna. Fantastic Beasts myndinar. Býta aðeins með það, tökum það í lokin. Þú mátt minna mig á það, ef ég gleymi. Já. Hann gerir, þetta er eini leikstjórinn sem gerir svona margar Harry Potter myndir. Já. Hefði ekki verið gaman ef við hefum alltaf fengið bara nýja. Því Columbus setur náttúrulega 1 og 2. Og mér finnst alltaf í lagi að hann gerir 2, hann er að setja upp hann á fyrstu myndina. Já. Svo fekk hann aðeins að leika sér. Já. Hann er svona að sagt við hann, herru, nú máttu aðeins slaka bara á, þetta virkar, hafði bara gaman. Já. Svo tekur hann annar leikstur við 3., annar 4., ég held mér að þetta tekið hans í bara back-to-back liquid. Já. Ég held að Mike Newell hafi verið byrjaðar á 4 á meðan Kúra var að klára 3. Alveg örugglega. Þetta var svo nálægt hvort annarri. Þurfa það. Svo tekur einhver annar við Order of the Phoenix, David Yates. Já. Ég hefði persónulega til að sjá fleiri tækla þessa myndir. Ok. Af því mér veist að verða svolítið einsleitar. Já, ég er sammála. Það var gaman þegar allar höfðu sinn karakter, eins og þeir gera frá 1 upp í 5. Upp í 5, þá er það alltaf með sikkotna í rauninni. Já, ég er alveg sammála því. Að þeir verða svolítið modern. Það verða svolítið nútímalegar. Af því þetta er samir að gera svona í Mission Impossible. Þú veist með Christopher McQuarrie. En þú varst alltaf með í byrjun af Mission Impossible myndunum, þá varst alltaf sé leikstjóri. Já. Bara Brian De Palma, John Woo, J.J. Abrahams, Brad Bird, Christopher McQuarrie. Svo bara Christopher McQuarrie heldur bara fram, hann klárar þetta bara. Höldum okkur við. Mér finnst það miklu skemmtilega eins og Alien franchise, það er bara alltaf nýr leikstjóri. Mér langar að sjá fleiri leikstjóra að fá að leika sér í Harry Potter heiminum. Þetta er bara mitt egg. Ég skil þig. Þú lítur á pælt í þessu. Ég hef pælt í þessu. Ég hef alveg pælt í hvort David Yates hafi verið réttur fyrir. Ég held að höfðu átt að fá einhvern allt annan fyrir Half-Blood Prince. Hann stóð sig ágætlega fyrir Phoenix, en bara munurinn á Phoenix og Deathly Hallows Part 1 er rosalegur. Það lítur ekki út eins og sami leiksturinn. Nei. Mér finnst vant eitthvað umf. Já, nei, ég er sammála. Þetta er líka til dæmis, galdranir eru búin að missa alla karakter í þessum 2 myndum. Í lokin? Já, við erum ekki að sjá litina í galdrunum. Við erum ekki að sjá, þetta er bara eins og að sjá byssuskott, nánast. Er það líka þannig í bókum? Okkur fór það þessu leið? Ég veit það ekki. Þetta er svo boring. Já, og líka sko eins spenntur og ég er fyrir, þú veist, the Wand Choreography, þá þau trýta, þau eru reynda búin að gera það síðan minn nummer 2, en þau trýta sprotana smá eins og sverð. Þetta er eins og hvernig heilsast í byrjun. Þetta er mjög svipað hvernig er heilsað í skylmingum fyrir keppnir. Mjög svipað. Já, það var væntanlega pælingin. Og þetta er líka mjög svipað eins og þau verja. Þetta er 5. vörn í Stage Combat til dæmis. Þau gera þetta mjög oft. Eins og þetta séu sverð. Varst ekki að fíla það? Vildur eitthvað annað? Það make a sense ef þú ert með sprotan. Það er smetla og sveifla, sko. Ef þú ert kannski með eitthvað svona sem er vörnin, en ef þú ert með þetta, þú ert ekki með byssu og... Með mitt.
kannski ég er að ofhugsa þetta út í tætlur mögulega, örgulega einhverja ránkvolfu í þessu raugunum hérna, sorry, en Mér langar bara að sjá fleiri galdra. Mér Já, langar eins og atriði, ég man eitthvað síta því það var part 2 eða 1, þegar það ráðist á þau, þegar einhver svona veitingastað, einhver dænir eða eitthvað. Já, þetta er bara byssuskot. Byssuskot. Mér fannst þess að ég var að horfa á ekkert sérstakann byssubarda. Já. Svo sem er það er kannski ástæður að minnst action í dótið af Harry Potter ekkert sakalega áhugavert. Því minnst hasrættin ekkert spennandi. Það var til dæmis eitt í Battle of Hogwarts þegar einn úr Phoenix-reglunni, hann stoppar einn af Death Eaterunum í miðjulofti og sendir hann tilbaka. Það var enda cool. Það var cool, svo við sjáum smá þannig. Meira þessu akkurat. Og þegar Voldemort allt í einu kom með hellinga svona arma af skikkinu sinni, það var flott. Já, eitthvað svona galdra. Eitthvað svona galdra, akkurat, leika sér að því. Nota ímyndunaraflið og gera það þess öðruvis. Ekki láta bara lítið út þessu, ekki hafa þetta þannig, svo horfa bara eitthvað svona útgáð John Wick. Já, akkurat. Ég er sammála þessu. Ég er búin að sjá svona miklu betur gert í öðrum myndum. Já. Komdu með eitthvað nýtt. Við höfum séð byssubardaga, við viljum sjá galdrabardaga. Þetta er galdrabardagi. Hvernig myndu galdramenn, galdrafólk berjast? Akkurat. Mér finnst til dæmis, sástu Disney myndina Sorcerer's Apprentice með Nick Cage. Hún er ekkert svakalega góð mynd, þetta er bara svona allt í lagi mynd ef maður hefur ekkert annað að gera á lögutarskuldi. En hún fær alveg plús fyrir það, þetta er galdramynd og maður fær galdra. Það er verið að leika sér af svona logicinu í göldrunum. Hann notar svona speglatrykk þar til dæmis sem ruglar þig rosalega mikið, þú ert að horfa myndina og vondikallinn. Svona rosalega flott svona dýnamík þar. Þetta er bara eins og þú sást væntanlega Infinity War og Endgame og sem marglutir. Eins og hvernig Doctor Strange barðist Thanos í Infinity War og Titan. Hann nota alls konar. Multiplaya og breytti ykkur í eitthvað dót og alls konar dót. Þá fekk ég svona, vá, ok, já, geggjað. Hvar hefur þetta allt verið? Já, hvar hefur þetta allt verið? Ég er ekki bara að sjá eitthvað tjú, hann býr bara til eitthvað ringi. Ég er sammála. Ef þetta hefur verið sett í þessi hasarætri í Harry Potter, já. Ég held að það geta orðið svo svakalega áhrifamikið. Skilur hvað við? Ég er mjög sammála. Það hefur verið cool. Það hefur verið mjög cool. Og eitt sem ég ætla að taka inn hér líka, hvernig vondukallinni deyja í myndinni, ég hata það. Hvernig Voldemort dó í endan? Finnst það ekki gott atriði? Nei, mér finnst það ekki gott atriði. Okkur ekki. Hann leysist upp í ösku. Hvað er það? Er það ekki í bókinni? Nei. Býtu breyttur því? Já. Hvað er deyrin í bókinni? Bellatrix Lestrange og Voldemort, þau deyja bæði á mjög sveipan hátt og einhvern veginn svona leysast upp í litlar agnir. Í bókinni? Nei, í myndinni? Í myndinni. Já. Hvað er deyrin í bókinni? Þau bara deyja, eins og menn, eins og fólk. Þau bara, þetta er nefnir jörna, dauð. Líkið á honum er hana, minni mig í bókinni. Já, hann leysist ekkert upp. Líkið á hinu fólkinu er hana, líkið á Fred er hana, hann leystist ekki upp í agnir. Líkið af Lupin er hana, við sáum Dumbledore, hann dó, þá líkið á honum hana. Hann var þess að grafinu alltaf bara lík í gröðinni. Þegar Snape deyr, hann er hana blæðandi. Og svo þegar Voldemort deyr, við fáum ekki þetta punch af því að hann bara leysist upp í agnir. Nei, við erum svikin hér sem áhörundur. Við erum búin að vera að bíða eftir því núna í áratug að sjá Voldemort deyja. Og hann leysist upp í agnir. Við viljum sjá hann detta niður, dramatíst niður og deyja. Þetta hljóma mjög siðfræði. Nei, ég er svona skilkott við. En eins og hvernig... Það vantaði umfið í þetta. Það vantaði smá umfið í þetta. Það vantaði smá þetta sko, hann er dauður. Þetta svipa kannski þegar Obi-Wan deyr í New Hope, hann bara svona hverfur. Já. Bara í upprunalegu Star Wars. Já, akkurat. Bara Darth Vader upp í gegnum hann bara hverfur. Já, í staðan fyrir þess að þegar Qui-Gon deyr, Darth Maul stingur hann bara... Akkurat, þannig eiga dauðdagar að vera ekki eitthvað sammálaður. Eins og jafnvel með Sirius Black. Jú, þetta var svona mjög mysterious portal sem hann datt í gegnum. Það var mjög svona... Já, hann svona fellur inn í það. Hann fellur inn í það, hann er dauður. En jafnvel með það, sko, ef maður er rosalega að fylgja svona kvikmyndar logic, jafnvel með það, maður sá hann ekki alveg þetta niður. Hann var ennþá með opin augun, verri myndu koma með hann aftur. Á lifandi. Eins og ég segi, verri myndir. En ef maður sér ekki gaurinn deyja í bíómynd, þá er hann basically lifandi. Maður þarf að sjá hann deyja í kvikmyndu. Það er bara reglan.
ef maður sér hann ekki on-screen deyja, ef maður sér ekki líkið, þá eru alla líkur á að hann komi aftur. Já, hann getur komið aftur. Já, þannig að sjá líkið döð, fá þetta bara svona, þetta búið. Hann döður. Hvernig fílaði þessa pælingu með þetta Horcruxes-stót að Voldemort hafi verið splitta sálinu sinni? Mér finnst það flott. Já, mér finnst það cool. Mér finnst það mjög cool. Já. Mjög cool. Splitta sálinni í 8 parta og líka bara svona augun á kennaranum þegar 8 parta, hvað? Ég hef samt, sko, ég hef alveg verið til í, kannski var ég bara ekki fylgist þá vel með eða eitthvað, en það tvennt sem ég hef verið til að sjá, kannski betur, kannski einhvern veginn skýrt betur. Þessi Horcruxes, þú segir það verið 8. Já, var það ekki? Ég átti stundum erfitt með að, bara, eru þið búin að finna 4 eða eftir 2, hvað? Stundum var ég pínu lost þar. Ok. Annað, sem ég ætlaði að spyrja það út í. Já. Þetta stríð, Battle for Hogwarts og eitthvað, og þeir eru farin að taka, þegar Snape búin að taka við Hogwarts og þessi Death Eaters er út allt. Ég ætlaði að spyrja þig, því við erum að tala á hvað er planað hans Voldemort. Það er að vera eitthvað einræðsar, eitthvað keisar bara yfir öllu. Já. Hversu ábyrgandi er þetta stríð í okkar heimum? Mér finnst ekki alls ekki. Við sjáum þetta ekki. Því mér fannst við ekki fá það á tilfinningunum að það væri búið að fara eitthvað inn í... Alls ekki. Þetta var ekkert búið að fara inn í okkar heim. En hefði það aldrei gerst? Það hefði gerst hefði Voldemort lifað. Það planaði svo bara að vinna alla, drepa Harry Potter, ná völdum og svo myndi að fara yfir í okkar heim. Já. Ekkert stoppað hann í því. Já, ok, þannig að það er rétt skil í hjá mér að þetta var ekkert komið almennilega inn í okkar heim. Nei. Af því mér veist ekki alveg, ég fekk ekki á tilfinningunum að það væri, er þetta líka eitthvað inn í okkar? Nei. London búar, eru þeir búin að sjá þetta allt og eru þeir hræddir? Mugganir sjá þetta aldrei. Ok. Aldrei hafa séð þetta, nei. Þannig við, venjulega fólki vissi ekkert af þessu? Nei. Eina sem ég minnir bara top of my head, það er þegar frænkan er blásin upp og fljúandi bíllinn. Það eru 1-2 skiptin minni mig sem muggar sem mögulega hefði getað séð eitthvað. En það kemur fram samt sem áður, þetta kemur bara svona sem headlines í dagblæðinu að það eru muggar að hverfa. Það eru mugga árásir. Já, ég ætla að spyrja á því, það tengist líka. Sorry, það eru mugga árásir. Hann er þegar byrjaður að ráðast á mugga. En bara, þetta er ekki full extent. Þetta er bara svona testing the waters, bara já, ég er búin að drepa hérna nokkra, en leið og ég fer allan kraftinn þegar ég er búin að... Já, þá fer ég yfir í hitt líka. Því að Harry Potter er hérna smá fyrir mér, komum í veg fyrir hann og Dumbledore, nú er ég á ráðuneytið, núna er bara að teki yfir alla. Já, ok. Það var ekki byrjað. Það var ekki byrjað. Í litlu magni. Í litlu magni. Einmitt, bara einn og einn tekin, en hann var ekkert byrjað að ráðast á okkar stórborgir eða... Nei, þetta var ekkert þannig. Ok, þá skildi ég það rétt, að ég var alltaf bara að byrja, hvað, er fólk bara í Barcelona, eru þeir hrættir, skilur þau? Nei, ok, ekki strax, það hefði gerst. Það hefði enda illa ef hann hefði náða að drepa Harry og stúta öllu, þá hefði hann, ok, þá var það rétt skilað mér. Já. Endirinn á myndinni, þegar við fórum að sjá þau sem fullorðin, Harry og kannski gamall maður, hann á börn og Hermione og Ron eru saman og börn líka og hvað. Var þessi endur í bókinu þú talar að við eitthvað í framtíðinu þá hefði hann orðið, var það eitthvað svona epilog? Já, þetta var epilog í bókinni. Þetta var í bókinni. Já, en enda þetta í bókinni er enda líka hann á leststöðinni? Já. Já, ok, þetta er sami staður. Já, enda á sama staði í bókinni og enda í myndinni. Hefði Harry átt að deyja? Hefði hann átt að fórna sér eða eitthvað, hefði þetta enda þannig að hann hefði dáið? Ég minna hann... Ég veit hann dó, en hann kom tilbaka. Og dánir menn geta ekki hennast börn. Já, ég veit það. Skilur hvað við? Hefði þetta verið að því, ég maður þegar ég sá Deathly Hallows fyrst, þá hugsaði mér, að ég hafði ekki lesið bókina, hugsaði mér, vá, Harry er örugglega að fara að deyja. Hann verður eitthvað svona íkon. Já, það hefði ekki meika sens. Ekki með að við... Hann hefði dáið. Já, af því að eins og segir, myndin er frá hans sjónarhorni. Eftir dauðdagann, hvað er áhorfandinn? Myndi bara kreditlistið myndi búið. Akkurat, það virkar. Hann liggur hann á dáin með kredit. Já, það hefði verið svolítið... Anticlimactic. Off-putting. Já, ok. Það hefði ekki virkað. Það er eitthvað rétt.
En mér finnst það mjög flott í endan til dæmis þegar hann sér draugana og fortriðinni og allt þetta. Það var mjög gaman. Og þegar Narcissa bjargar honum í sinna skiptið. Tölum aðeins það. Þú segir að hún hafi bakkað með þetta. Í fyrstu bókinni, í byrjun, þá bjargar mamma Harry honum með því að fórna sjálfur sér. Og nú honum aftur bjargað af mömmu sem að reyna að bjarga Draco. Hvað segir, hún segir eitthvað við Harry? Harry liggur þarna. Hún spyr hvort Draco sé ennþá lifandi. Segir ekki eitthvað Draco, is he safe? Is he still alive? Is he still alive? Já, af því að hún bara dauðhrædd son sinn. Sonurinnar þarna í bardaganum. Í vondarleginu líka. En af hverju segir hún að vera dýma sig? Af því að hún segir ekki Voldemort að sé lifandi? Já. Hún velur að verja son sinn. Hún gerir það sem pappin gat ekki, snýr baki við Voldemort og segir Harry Potter dauður. Þannig hún að gefa Harry Potter líflínu. Hún að gefa honum sjens á að koma aftur og reyna aftur. Hún veit það. Hún veit að þetta er stórhættulegt fyrir Voldemort. Þegar nú hann búin að letta the guard down. Nú hann orðin svolítið cocky. Bara, ha, ég drap hann. Og mér finnst æðislegt að Ralph Fiennes í alvörunni bara, ha. Já. Hann bara hefur svo gaman að ég bara, ég vann. En eins og í lokin, já. Þegar Voldemort stendur fyrir framann hópin af Hogwarts-liðinu og góðliðinu, hann segir eitthvað svona, hey, vil ég ekki joina? Og Neville kemur og hann bara eitthvað, ég hef nú viljað fá eitthvað betri eitthvað, hann skýtur eitthvað aðeins á. Já. En Draco fyrir líka, Draco fyrir fyrst. Já, en veistu hvað Draco gerir í Deleted Scene? Hvað? Hann sá sem gefur Harry Potter sprotan sinn aftur. Já, aha. Af því mér finnst hefði þótt að vera í takt við það sem var að gerast ef að Draco hefði ekki farið yfir. Ég veit það. Mér finnst pínu skrítið. Það Deleted Scene að Draco hleypur frá vondarleginu aftur af því að það eitthvað að fara að gerast við Harry. Ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, að hann hleypur og gefur Harry sprotan aftur. Okkur heitið því í myndinni? Ég veit það ekki. Hann gerir Potter! Þú veist, sem basically tagline hans. Já. Potter! Og gerur hún sprotan aftur. Hvaða sprota? Þetta var held ég sprotan hans Malfoys. Sem hann lætur hann að fá. Hérna ég smá dottin úr nákvæmisatriðunum hvaða sprota hann fekk og þannig. Ok, hann lét hann fá basically vopn. Hann lét hann fá vopn, akkurat. Hann var ekki með sprota Harry núna. En Harry kemur og Voldemort ætlar að drepa hann aftur. En Malfoy kemur, verndar hann og gefur hann sprota, hleypur aftur og komin aftur í hitt liðið. Góðalið? Já. Sjáum við, hann defæjaði Voldemort. Hann bjargaði Harry Potter. Hann gaf honum sprota, hann sá eftir, hann redeemaði sig. En í staðin fyrir þá fáum við atriði sem að Draco lappar yfir, fyrir mömmu svona pappa. Og svo sjáum við bara þau lappa burt eitthvað. Já. Hann lókin. Mér fannst það náttúrulega skrítið, það var að vera að byggja upp svolítið þetta atrið sem þú ert að lýsa. Já. Þannig að þeir tóku það upp. Þeir tóku það upp. Og mér líður svona þetta verið sýnt eitthvað testscreening og fólk hafi ekki fílað þetta eitthvað. Það hljóma svolítið svona eins og ef við erum að reshoota, ef við erum að breyta þessu eitthvað. Af því mér það verið svo mikið í takt við það sem var að gerast. Algjörlega, ég er sammála. Þá hefði hann 100% redeema sig. Þetta eins og deleted scenes í Harry Potter eru svolítið stór partur yfir höfuð. Sérstaklega í seinustu myndunum ekki eins mikið vandamáli í fyrstu 5 myndunum, en hérna það svolítið stórt, af því að þau eru að kötta mikilvæga hluti úr. Hljómaður svolítið þannig. Já. En hann eignast börn, eignast ekki stelp og stráka, hann Harry. Jú, hann eignast allavega svon. Já. Mér fannst þess að það verið stelpa, svo verið bara það verið eitthvað annars sem... Það var Hermione og Ron eignast stelpu. Þau var stelp og strák? Já. Já, þau var 2. Kannski á Harry og Ginny. Og þetta eru svo aðalkarakterinir í leikritinu sem núna til dæmis í London. Þá ætla ég að spyrja þig, svona, við förum líka bráðum að slúta þessu, því ég mér líka að spyrja því Fantastic Beasts. Já. En í Harry Potter, þessum heimi, er ekki ágætist tíma? Já, það verður gott. Hefðið þú verið til í, gleymum þessum Fantastic Beast, Dóti, gleymum því aðeins, hefðið þú verið til í að fá, segjum bara að þeir eru kvílt þetta kannski í 5 ára eða eitthvað, svo hefur þeir bara fengið nýja Potter sögu, og það væri bara, ég er að taka bara eitthvað, ég er að spitbóla þetta, það væri Albus Potter, fengið að sjá nýja kynslóð, og þetta væri sonars Harry, það væri aðalhetjan, eða eitthvað, dóttir Hermione og Ron, eitthvað tengt þeim, en ný kynslóð,
í Hogwarts, eitthvað svona fengi kannski 3-leik, eitthvað fleiri myndir frekar hann að fara í þetta Fantastic Beasts dæmi. Algjörlega. Hefur þú frekar til í það? Já, en. Það er já, en. Okay. Ég hefði ekki sett fókusin á krakkana. Ég hefði haft það jaft. Svo Harry, Ron og Hermione ennþá aðalkarakterar, en krakkanir fá að skína líka. En er ekki þau. Að þau eru búin að sjá það. Við erum búin að sjá krakka fara í gegnum Hogwarts. Við þurfum ekki að sjá það aftur. En ef þú vilt fá aftur sömu karakterina, því þau eru náttúrulega fullorðin. Af því að Harry er núna orðin Auror. Já, þú verður til svo framhald af því. Það er hægt að fá svo flotta hluti úr því. Eftirmathið. Hvað er eftirmathið hennar? Hvernig er heimurinn núna? Hver eru vondukallinu núna? Af því að greinlega eru Aurors ennþá hlutur. Það er ennþá eitthvað sem þau þurfa að berjast við. Hvað er það sem þau þurfa að berjast við? Hverjir eru núna ennþá trúir Voldemort til dæmis? Það er alltaf eitthvað eftirmað. Hvað er það? Ég er áhugasamur það. Já, þú hefði þá í rauninu bara verið til í framhald af Harry Potter sögunni. Þannig sé, bara eins og þáttaseru eða eitthvað, ekki einu sinni mynd. Hérna hefði ég bara látið myndinar hvíla sig, ég hefði verið til í þáttaseru hér. Með Radcliffe? Já. En sem Auror. Og bara einhverja pólitík hér, kannski eitthvað svona smá bardaga inn á milli, en auðvitað sem krakkanir líka, kannski er eitthvað að gerast í Hogwarts og hann sem Auror þarf að fara í Hogwarts, kannski, eitthvað hannig. Það er eitthvað sem ég hefði haft áhuga á. En í staðinn, þá fengum við Fantastic Beasts. Ég hef ekki séð þær. Sagan hef ég heyrt og ég hef lesið smá af handritinu. Sagan er ekki sérstök. Er þetta eitthvað J.K. skrifaði þetta? Var ekki gerð? Hún skrifaði þetta í samstarfi með ykkur. Ég man ekki nafnið á görnum. En var þetta eitthvað svona full-blown skáldsaga eins og Harry Potter, eða var þetta eitthvað svona... Ekki skáldsaga, bara leikrit. Fantastic Beasts? Nei, ekki Fantastic Beasts. Nei, sorry, þú skrifð... Ég þarf það. Að ég í bíómyndalega séð það fengum Fantastic Beasts. Nú er konar 3 þannig. Ég svo trailerinu fyrir fyrstu myndina. Steve Kloves kemur hann aftur. En hann skrifar þessar myndir. Með J.K. Rowling. Og ég veit ekki hvort að sé eitthvað, þú veist... Eru til bækur? Það er ekkert source sem er til nema það sem þau eru að skrifa sjálf. Ok, þannig að þau skrifa þetta frá grunni. Þau skrifa þetta frá grunni. Og David Yates, hann hefur ekkert annað að gera en að Harry Potter. Já, hann er bara núna með The Wizarding World. Svo í lokin, hvað er það með það? Er þetta eitthvað sem ég á að tjekka á? Ég meina, vantar bara töfrana. Að því ég svo trailerinn fyrir þessa myndir, þetta virkaði fokklega. Tjekka á fyrstu myndinni. Fyrsta myndin er fín. Fyrsta myndin er fín. Það er Promising Beginning. Hvað gerir svo? Ég get sagt það. Mistökin er þau sömu og þau gerðu í nýju Star Wars myndunum. Þau establisha main karaktera en hunsa þá í næstu myndum. Oh my god. Þetta er nákvæmlega saman við gerum í Star Wars, þau gera það saman í Fantastic Beasts. Í Fantastic Beasts, fyrsta myndin er fín, hún er bara fjandi fín. Mjög flott, karakterinir eru áhugaverðir, þetta er flott. Fín mynd. Okay, hún var bara ágætt? Hún var bara ágætt. Bara fínast afþreying, mæli með alla að horfa á hana. Fyrsta myndin, bara hvað gerðist? Jesús Kristur. Þetta eru ekki sömu karakterar. Fyrsta myndin, við erum seinni myndin. Seinni myndin. Þetta eru sömu leikarar, en karakterinir eru bara að gera eitthvað allt annað en maður bjóst við. Maður er ekki að sjá eins mikið af þeim, maður er að sjá hellinga nýjum hlutum og þetta verður eitthvað svona allt í einu ongoing trend, við erum að sjá galdramálaráðuneytin í öllum löndum allstaðar. Og það verður þreytt eftir seinna sem við sjáum. Við sjáum það í París, svo sjáum við það í Berlín, svo sjáum við það þarna, þetta verður bara strax mjög þreytt. Okay. Að sjá galdramálaráðuneytin allstaðar. Og svo er komið eitthvað rosalegt plotthól í nýjustu myndinni sem floppaði rosalega, af því að það er eitthvað svona allserjar samtök sem sjáum einhvern veginn allt. Hvar voru þau samtök þegar Voldemort var? Af því að það ávist að vera eitthvað svona allsherjar er að sjá bara The World Organization of bara Wizarding Worlds. Eins og ég skilða rétt. En hún fikk hræðilega dóma síðast mynd. En það er hræðileg mynd. Já, hún er bara hræðileg. Þriðja myndin er skítur. Hún er hræðileg. Það er svo fyndið að eina sem ég þekki þessum myndum er bara trailerarnir. Og ég sá með trailer fyrir síðustu. Ég hef sjaldan sé jafn leiðilega trailer og ég hugsaði mér, þeir gátt ekki einu sinni klift eitthvað gott 2 mínútna stöf. Hversu leiðilega er þessi mynd? Mjög leiðileg. Ég fór á hana með kærustunum minni og litla bróðum minnum. Við vorum öll sammála það að þetta væri bara mjög leiðileg og bara mjög léleg mynd. En var ekki eitthvað að draga þar inn eitthvað, heitum ekki eitthvað The Secrets of Dumbledore? Já. Var Dumbledore eitthvað í Fantastic Beasts 1 og 2?
Í nummer 2, já. Hann var í 2 líka. Hann var í 2. Mér fannst þetta að vera svona desperate move hjá þeim, bara hvað, við verðum að taka eitthvað svona karakter sem eitthvað þekkja. Smá, þetta meikar ekki heldur sens, það ekki það mörg ár á milli þegar við sjáum sko Michael Gambon Dumbledore og þegar við sjáum Jude Law Dumbledore. Það eins og að sé, þú veist, á 6 árum að hann breytist frá Jude Law yfir í Michael Gambon. Bara eldist 50 ár. Já, þau feiluðu smá tímamunum þar, sko. Já, tímalínunni. Þetta var eitthvað svona, þetta meikar ekki alveg sens. Michael Gambon í Fantastic Beasts? Nei, þetta bara Jude Law sem að leika. Hann stend sig vel, gefa hann það, hann fín, en Jesús Kristur, það fara verri. Fyrsta myndin hér, seinna myndin, þriðja myndin, bara langt niður. Eins og ég segi, karakterinir fara svo langt frá því sem þau vera að gera. Seinna myndin fer út í eitthvað kjaftaði. Þau eru að reyna að revíla eitthvað svona rosalegt tvist í endan, en þá maður bara, hvað fólk þetta? Hvað að gerast? Eitthvað tvist, voru á svona einhverju skipi, þau skipti á unga barni, eitt unga barnið drukknaði, geði dark, og hitt unga barnið ranga barnið, en svo bara, ok. Og Nagini, sem slangan, slangan hans Voldemort, þau gefa henni karakter í númer 2. Hún love interest í númer 2. Gaurinn sem að skýta upp á bak núna, sá sem leikur Flash. Já, Ezra Miller. Hann leikur gaur í þessari mynd sem svona the key to everything fyrir vondakallana til að nota. Hann og Nagini eru með love interest í gangi í númer 2, sem þau hunsa í númer 3. Svo þau kynna hellinga hlutum, en svo bara í næstu mynd eins og það hafa aldrei gerst. Þau feila á þessu að þau kynna karaktera, þau kynna ongoing story, en þarna þau að mjólka. Þannig það að mjölka, því að manstu því ég sagði í byrjun þegar hvernig Dumbledore fekk The Elder Wand. Hann fekk hann frá Grindelwald í bardaga. Þeir berjast, en það var ekki rétti bardaginn, þetta var bardaginn fyrir. Svo þriðja myndin endar þegar þeir berjast, en núna þeir bara búin að svona cut a chain, svo núna geta þeir meitt hvern annan. Það var eitthvað svona magical contract, þið gátt ekki meitt hvern annan, nú geta þið meitt hvern annan, svo núna þurfa að bíða eftir næstu mynd, þangað til það gerist. Þegar allir héldu að það var að fara að gerast í þessari mynd, en það gerist ekki í þessari mynd. Svo núna vita allir, það næsta mynd. En þessi mynd var léleg, ég ekki að fara að horfa á næstu mynd. Þannig það hæpa að ég gera einhvern svona Fantastic Beasts þátt. Bara, don't. Ok, endur samt að góða nótum. Já. Hallóri, þetta búið að geða skemmtilegt. Þetta búið að ótrúlega gaman. Búið að vera núna næstu 5 tímar af Harry Potter nördaefni. Í lokin, alveg í lokin, og ætla ég að reyna að þig. Já. Þú ætti að klára þessa setningu fyrir mig. Ok. Harry Potter serían geggjuð. Ok, endum við því, Hallóri. Þetta var ógeðslega gaman. Takk fyrir að koma.